daginn. Góðan daginn öll sömul. Nú ætlum við að fara að hefja dagskrána. Heyrist ágætlega? Góðan daginn. Steinunn Bergmann heiti ég, formaður Félagsráðgjafafélags Íslands. Ég bjóð ykkur velkomin á árlegan aðventufund Félagsráðgjafafélagsins og það er ánægjulegt að sjá hversu margir gáfu sér tíma til að koma hérna í salinn og það er 80 manns með okkur hérna á Grand Hotel og síðan erum við með líka áhorfendur í streymi og bjóð ykkur líka hjartanlega velkomin að fylgjast með okkur. Við erum með hérna flotta dagskrá framundan. Þetta er árlegu viðburður hjá félaginu að boða til aðventufundar í tengslum við alþjóða mannréttindadaginn og að þessu sinni fannst okkur viðeigandi að varpa ljósi á mannréttindi barna sem að glíma við fíknivanda og eða alvarlegan hegðunarvanda. Þetta eru börnin sem að fara svolítið á jaðarinn og upplifa jafnvel fordóma og full ástæða til þess að taka málefnið upp og setja þeirra málefni á dagskrá. Við höfum hér góðan hóp fyrirlesara. Funi Sigurðsson, framkvæmdastjóri meðferðarsviðs Barna- og fjölskyldustofu, hann ætlar að fjalla málefnið út frá þeirri stofnun. Gunnlaug Thorlacius, yfirfélagsráðgjafi á Landspítala, hún ætlar líka að fjalla málefnið út frá Landspítalanum. Berglind Ósk Filippíudóttir, félagsráðgjafi hjá Barnaverndarþjónustu Mosfellsbæjar og talskona fagráðs fagdeildar félagsráðgjafi í barnavernd. Hún ætlar að fjalla málefnið út frá sjónarhóli barnaverndarstarfsfólks. Svo er hann Guðmundur Fylkisson, lögreglumaður, ætlar að fjalla málefnið út frá hans sjónarhóli. Síðan fáum við Höllu Dröfn, svo tökum við stutt hlé og fáum síðan Höllu Dröfn Jónsdóttur, félagsráðgjafa í Fjölbrautaskóla Suðurlands og ætlar að fjalla áskoranir og tækifæri félagsráðgjafa innan skólakerfisins. Og að lokum fáum við Ragnheiði Lárusdóttur, foreldri og ljóðskáld sem ætlar að segja okkur aðeins frá ræða máli út frá sjónarhóli foreldra og hún kannski lesa aðeins fyrir okkur úr nýju ljóðabókinni sinni, hver veit. Við munum svo enda dagskrána á umræðum þar sem að þið fáið tækifæri til þess að koma með spurningar til fyrirlesara og hvetja ykkur til þess að bara taka niður punkta og vera tilbúin með spurningar þegar við hefjum það. En áður en við göngum til hinnar eiginlegu dagskrár að þá höfum við fengið Salvöru Nordal, umboðsmann barna, til að koma og vera hérna með okkur og hún ætlar að ávarpa hópinn. Gjörðu svo vel, Salvör. Sælverði, mér þykir mjög vænt þann heiður sem mér er sýndur og embætti umboðsmanns barna með því með boði að ávarpa ykkur í upphafi fundar. Í dag, 10. desember, er alþjóðlegi mannréttindadagurinn og efni fundarins mannréttindi barna sem glíma við fíkn eða alvarlegan hegðunarvanda og málefnið er afar brýnt. Við ættum ekki að þurfa að tiltaka mannréttindi þessa hóps sérstaklega. Einkenni mannréttinda eru þau að þau gilda jafnt fyrir alla, allstaðar, en staðreyndin er sú að þá fyrst reynir á mannréttindi þegar eitthvað bjátar á. Þegar aðstæður fólks eru ekki sem skyldi, hvort sem það er vegna sjúkdóma, hamfara eða félagslegra aðstæðna. Það er þá sem kemur í ljós hvort einstaklingar raunverulega njóta þessara mikilvægu réttinda. Barnasáttmálinn tryggir börnum sjálfstæð réttindi, sem þýðir að meta á réttindi þeirra óháð þeirra fullorðnu. Eftir sem áður er réttindi barna sérlega viðkvæm, börn eru háð foreldrum og forsjáraðilum. Á ríkisvaldinu hvílir sú skylda að grípa inn í geti forsjáraðilar ekki sinnt hlutverki sínu af einhverjum ástæðum eða ef vandi barns er þess eðlis að það þarf sérhæfða þjónustu eða meðferð. Og við megum ekki gleyma því að í sumum tilfellum eru börn
sem þurfa aðstoð okkar að halda, að þau hafa búið við alvarlegar félagslegar aðstæður lengi áður en vandinn verður og vandinn er orðinn illviðráðanlegur og við grípum ekki nógu fljótt og vel inn í. Eins og þið þekkið þá eru helstu greinar barnasáttmálans 4. Það jafnræði og bann við mismunun. Hafa skal það sem barninu fyrir bestu að leiðarljósi. Réttur hvers barns til að lifa og þroskast og réttur barns til að segja skoðun sína og skyldan til þess að taka réttmætt tillit til þeirra. Vandi barna hér á landi sem glíma við fíkni eða alvarlegan hegðunarvanda er mikill. Því miður er eins og réttindi þeirra séu ekki metin með sama hætti og annarra barna og það hefur aldrei verið mikilvægara en nú að ræða þessi mál af ábyrgð og yfirvegun. Því fagna ég þessum fundi sérstaklega. Það blasir við að það skortir tilfinnanlega úrræði fyrir börn í þessari stöðu og þau úrræði sem eru til staðar eru í sumum tilvikum ekki boðleg börnum að mati embættisins og í öðrum tilfellum eru þau hreinlega ekki til staðar. Og þessu sjónarmiði höfum við sérstaklega komið til leiðar til eða á framfæri við ráðuneytið. Skortur á viðeigandi úrræðum leiðir til þess að réttindi barna eru brotin. Þar á meðal þau 4 grundvallarréttindi sem ég nefndi áðan. Þau fá ekki tækifæri til að þroskast og lifa mannsæmandi lífi. Þeim er mismunað og oftar en ekki áður hlustað. Ekki liggja fyrir upplýsingar, að minnstakosti eru þær ekki aðgengilegar hvernig þessum börnum reiðir af þegar þau verða fullorðin. Það er mikilvægt að þetta sé rannsakað meðal til þess að varpa ljós á þau úrræðis og hvað af þeim skilar árangri og hvar við þurfum að gera betur. Á síðustu mánuðum hafa fjölmargir foreldrar og einnig fagfólk úr barnavernd haft samband við embætti umboðsmanns barna og lýst því ástandi sem ríkir í málefnum þessa hóps. Og ég þarf auðvitað ekki að nefna þau alvarlegu mál sem hafa komið upp á þessu hausti. Að mati embættisins er neyðarástand að ræða og er eflaust fleiri hér í salnum sem eru sammála það. Við höfum fengið upplýsingar ung börn, 13-14 ára gömul, sem glíma við alvarlegan fíkni- og hegðunarvanda og þeim standa fá úrræði til boða sem og foreldrar þeirra ráða ekki við stöðuna og auðvitað er lífið þessara barna ógnað með alvarlegum hætti ef þau eru bara á götunni. Það er ljóst að við verðum að bregðast við þessum hópi barna það er ljóst að við erum að bregðast þessum hópi barna og brjóta á réttindum þeirra. Þau njóta ekki sömu tækifæri og önnur börn vegna þess að þau fá ekki einstaklingsmiðaða þjónustu. Í mörgum tilvikum leiðir vanrækslan við þessi börn til þess að þau ná aldrei að fóta sig í lífinu eða verða virkir samfélagsþegnar. Við vitum öll hvað það kostar okkur sem fagfólk, foreldrar, manneskjur og sem samfélag. Það er einlæg von mín að litið verði á það sem brýnt forgangsmál á næstunni að gera betur við þennan hóp barna sem eiga sér fáa málsvara. Það er undir okkur öllum komið að berjast fyrir því. Ég hlakka til þess. Nú, er ég eitthvað að snúa hérna? Já, fyrirgefið. Ég hlakka til að hlýða á fyrirlestrana hérna í dag og taka þátt í að halda þessu mikilvæga samtali áfram. Takk fyrir. Kærar þakkir, Salvör. En næstur á mælendaskrá er hann Funi Sigurðsson. Gjörðu svo vel. Ég held að Salvör sé búin að fara í gegnum glæruna mína, þannig að ég þakka bara fyrir mig. Nei, ég ætla aðeins að fjalla þau úrræði sem að BOFS er með og segja eins frá þeim og aðeins hugmyndafræðina á bak við þau. Fyrirgefðu. Það eru
nú gerði ég bara plús. Úps. Svona, já. Enter. Þannig, ok, takk. Já. Já, ég ætla að renna sér í gegnum úrræðin og við byrjum á hérna MST sem er í raun að taka langstærsta hópinn af börnum sem eru með fíknivanda og alvarlegan hegðunarvanda. Þetta er meðferð sem fer fram á heimavelli og tekur 3 til 5 mánuði og þannig megin áherslan í raun að vinna með öll kerfin í kringum barnið. Þetta er í kringum 130 börn sem fara í gegnum þetta með mjög alvarlegan vanda og svo er alltaf einhver ákveðin hópur þar sem að þetta kerfi dugar ekki til og þá erum við með meðferðarheimilin okkar sem taka við. MST er búið að vera núna í 15 ár eða meira, já. Er það 20? Nei, það er 15, já. Og í rauninni búin að þjónustegi svakalega stóran hóp. Við erum með 3 teymi núna og í teymunum eru sálfræðingar og félagsráðgjafar. Fyrsti félagsráðgjafa teymistjórinn tók til starfa fyrir frekar stuttu síðan og svona gaman að segja frá því félagsráðgjafa hóp. Við höfum kannski að klappa fyrir þeim félagsráðgjafa. Stórkostlega félagsráðgjafa. Síðan já. Og í við rauninni setjum þetta svolítið upp stigskipt. Þetta er í rauninni þá vægasta úrræðið í okkar kerfi. Og síðan þá taka við ef að það dugar ekki til þá meðferðarheimilin okkar. Þau skiptast þá í þetta stuðla neðavistun, stuðla meðferðardeild og svo bráðlega blöndulíð meðferðardeild og svo bráðlega lækjabakki meðferðardeild og langtíð meðferðardeild og svo Bjargey og ég skal aðeins fara inn í þetta bráðlega og það stóttari. Við erum eins og staðan er núna þá er í rauninni við búum við mjög takmarkaða stöðu varðandi neðavistun. Við erum með 4 pláss upp á stuðlum sem eru ekki eins örugg og við myndum vilja. Þetta eru rými sem voru notuð undir meðferðardeild áður fyrr og sem eru notuð þá fyrir neðavistun núna og búið að gera ýmsar ráðstafanir en eru ekki alveg eins örugg og gamla neðavistun var. Þetta hefur þýtt að okkur var úthlutað eða við fengum í hendurnar lögreglustöðina í Flatarhrauni og erum þar með pláss líka fyrir 4 börn. Neðavistun er náttúrulega bara fyrir börn þegar þeir eru að stofna sjálfum sér eða öðrum í hættu og þeir sem geta vistað þarna eru barnaverndarstarfsmenn lögreglan og forstöðumenn meðferðarheimilana. Þarna stendur aldrei fullt, gleymd að taka þetta út af því að það er núna orðið þannig að það verður fullt af því við bara ráðum ekki við að taka við öllu núna og það er búið að í rauninni stytta tímann þar niður í 7 daga og það er bara í rauninni ljós þessa stöð að við höfum það fá pláss að það var að fækka dögum þannig að við værum ekki að vísa eins mikið frá. Þessu verður breytt aftur þegar að við erum búin að byggja upp nýja neðavistun sem stendur til. Í rauninni ekki að byggja upp nákvæmlega sömu neðavistun heldur að í rauninni betur bæta og byggja nýja á sama stað samt. En á meðan erum við að nota Flatarhraun. Flatarhraun er mjög íþyngjandi og bara kuldalegt og alls ekki góður staður fyrir börn, svo við bara segjum það. En þetta er í algjörri neyð sem börn eru sett þarna og það eru í rauninni skýrar skilgreiningar á hvaða börn fara þangað og börn eru þar að dvelja, við segjum 1 til 2 sólarhringa, börn hafa ekki dvalið það lengur heldur en í rétt rúman sólarhring og þá eru þau annarkvort flutt yfir á stuðla eða þau fara heim til sín. Síðan erum við þá eins og stendur til nú,
stendur til í rauninni að opna meðferðardeild upp í Blöndulíð sem á Farsældartúni í Mosfellsbæ og Mosfellsbær að taka sjúklega vel á móti okkur. Bara það mætti alveg meiri síðan næstu klappa fyrir því sko, en við skulum geyma það samt. Berglind kemur á eftir og klappa fyrir henni. Hún hérna, já. En hérna, við erum að opna þar heimili fyrir 5 börn. Það stóð til að opna það núna bara í byrjun desember, en það eru svona einhverjir hnökrar á þessu og við erum eitthvað aðeins að tefjast aðeins ferlið út af því að það voru ekki til teikningar á húsinu sem mjög svona áhugavert. Þar hérna, en þegar það opna þá verða 5 pláss þar og svo verða 4 pláss í rauninni á meðferðardeild Stuðla. Hugmyndin í rauninni að stigskipta þarna að í rauninni þyngstu málin þau fara á Stuðla og þá aðeins vægari en inn í Blöndulíð. Þetta ekki komið í gagnið og þegar að Blöndulíð opna þá verður þetta ekkert alveg svona 1 og 3 af því að við erum líka við erum að bíða í rauninni eftir öðrum meðferðarheimili með Lækjarbakka til þess að svona leysa þannig að þetta fara að virka sem skyldi. Meðferðartíminn þarna er 8 til 12 vikur og það verður þannig og á þessum stöðum báðum. Við erum hérna og það í rauninni, þetta byggir á grunni gömlu meðferðardeildar Stuðla, þess að hugmyndafræðin þar. Síðan það, heyrðu, ég glemdi að taka út myndina líka, það svolítið margir hluti sem ég klikkað á hérna greinilega. Þetta satt gamli Lækjarbakki sem myglaður og hérna, og við erum að loka og við erum núna komin með hús og ég fekk áðan frá byggingarfulltrúa þegar við þurfum að breyta svolítið húsnæðinu að hann þakkaði mig fyrir umsóknina byggingarleyfi en benti mér á að ég hefði sótt fyrir vitlausa lóð þannig að ég þarf eitthvað aðeins að finna út í því en það við erum í rauninni bara byrjuð þar að laga til húsnæðið og þetta í rauninni ekki stórvægilegar breytingar sem við þurfum að gera til að geta komið þessi í gagnið. Þannig að við vonum að þetta gerist rosalega hratt snemma á nýja ári. En ég hættur að þora að segja einhverja svona tímasetningar af því að það koma yfirleitt einhver svona bobb í bátinn. Þetta heimili þá fyrir drengi og kynsegin og gert ráð fyrir í rauninni 6 mánaða dvöl. Meðaltíminn var í kringum 8 mánuðir á Lækjarbakka og við höfum í rauninni, börnin fara ekkert heim til sín fyrir eftir 3 mánuði. Foreldrar koma aftur á móti á staðinn og slíkt og það má fara í rauninni, foreldrarnir mega taka börnin í eins konar leyfi en þau mega ekki fara yfir Ölfusárbrúna. Það verður að vera réttu megin við hana. Af því að sollin náttúrulega hér. Og svo erum við með þá Bjargey og það bara up and running og í fullri starfsemi og bara í rauninni allt gengur eðlilega fyrir sig þar erum við með pláss fyrir 6 stelpur og kynsegin. Við fengum í rauninni fjármagn á síðasta ári til þess að fjölga úr 4 upp í 6 og og það bara fullt þar og gengur eins og í sögu. Það bara ótrúlega gott að vera með eitt meðferðarheimili sem bara fungerar. En það sömu lögmál, þau eru stúlkurnar og eru almennt í 6 mánuði og stundum eitthvað aðeins lengur og stundum aðeins styttra og já. Þannig að þetta svona einhvern veginn myndin af þessu og ætti að vera svona pílur á milli sem að sýndu svona ferlið en það sem við erum að gera núna að við erum í rauninni gaggerið svolítið endurskoðun á bara meðferðarkerfinu í heild sinni hjá okkur með þessum viðbótum sem þessari viðbót sem komin eða að koma að þá erum við líka að setja á laggirnar í rauninni meðferðarteymi
sem að mun sinna í rauninni öllum meðferðarheimilunum og við höfum þannig að það verður miðlægt teymi í staðinn fyrir að það verði á starfsstöðunum. Þá verður það miðlægt teymi sem að fer á alla staðina og sinnir börnunum og starfsfólki á öllum stöðunum. Þeir verða með fasta viðveru á öllum stöðum og mismikla eftir því hvar í ferlinu þetta þar sem greining og meðferð, þar hafa þau meiri viðveru og langtíma meðferðarheimilunum aðeins minni. Á sama tíma höfum við verið að innleiða og bæta við aðferðirnar sem við erum að beita á meðferðarheimilunum og verið að efla í rauninni hinn almenna starfsmann og erum inn í svona miðju því ferli. Þannig að við erum og kannski ef við fer aðeins í það að þá það sem við erum í rauninni að innleiða og erum með í gangi eru þessir þættir ART, stöðustyrkjandi viðmót, ákveðandi samtal, áfallameðun nálgun, athafnir og svo svona almennt athafnir daglegs lífs, atferlismótun og umhverfismeðferð, fræðsla, forvarnir og svo foreldravinna. Við erum komin mislangt í innleiðinguna á þessu. Við getum sagt artið búið að vera hjá okkur í mörg ár. Við erum svona á endurskoðunarstað þar, aðeins að fara aðlaga það meira að hópunum og það hefur orðið bara mikið þróun í því en við erum þar í bara svolítið að beturumbæta og svoleiðis. Við erum búin að koma inn þessari hugmyndafræði stöðustyrkjandi inn á alla staði og hefur það haft mjög jákvæð áhrif. Það hefur svona elt starfsmenn í því að bara skilja af hverju við erum að gera allt sem við erum að gera. Við erum komið með þjálfara varðandi ákveðandi samtal og þannig að við höfum núna erum með einstaklinga hjá okkur sem hafa réttindi til þess að þjálfa þetta og erum bara búin að fara inn með þetta á alla staði. Síðan alltaf bætist við nýtt starfsfólk og þannig að þetta svona eilíft verkefni að þjálfa þar. Við erum komin áleiðis með að þjálfa alla í þessu sem heitir 3 Pillars of Trauma Informed Care og við fengum sérfræðinga hingað til lands til að þjálfa okkur í þessari aðferð. Það eru og þjálfuðum þjálfara, þannig að við getum verið sjálfbær með það að þjálfa okkar fólk. Þannig að þetta meðferðarteymi á í rauninni að þjálfa alla varðandi áhugavandi samtal, alla varðandi áfallameðun nálgunina, alla varðandi ART, alla varðandi stöðustyrkjandi nálgun. Og síðan ef við förum út í þetta svona almenna atferlismótun og umhverfismeðferðin og slíkt, að það svolítið innbyggt inn í dagskrá á hverju heimili og þau móta það svolítið sjálf hvernig hvernig haldið utan það. Það ekki meðferðarteymi sem beint kemur að því en óbeint. Síðan talsvert bara af fræðslu og slíku inn á meðferðarheimilunum fyrir börnin. Þar getum við lagt meira og gert meira og munum gera meira. Það svona stefnuskránni og varðandi foreldravinnuna þá erum við að sjá líka ansi mikil sóknarfæri þar að við getum betur bætt heilan helling þó að það sé alltaf í rauninni slatta foreldravinnuna en ég held við getum gert það meira kerfisbundið. Já, þetta var það sem ég ætlaði að segja. Bara takk fyrir mig. Nei, gerði ég eitthvað eitt, svo ég átti ekki að gera það. Sorry. Nei, ég bara gerði það óvart. Úps. Já. Kærar þakkir Funi fyrir að veita okkur innsýn inn í meðferðarkerfið og þessa þröngu stöðu sem að þið eruð í sem að eru að sinna þessum börnum og eins og við þekkjum öll að það þarf heilt þorp og það þarf líka heilt þorp einmitt í kringum þetta viðkvæma meðferðarstarf sem að starfrækt á vegum Barna- og fjölskyldustofu.
þekki þetta nú sjálf af eigin raun. Ég starfaði mjög lengi hjá Barnaverndarstofu sem er fyrirrennari, þannig að ég hef fullan skilning á þessari stöðu sem er í gangi. Og þakka þér fyrir að vera á réttum tíma, sko. Það þarf ekkert að vera með spjöldin eitt uppi við. Kærar þakkir. En næst á dagskrá er hún Gunnlaug Thorlacius, yfirfélagsráðgjafi á Landspítalanum. Gjörðu svo vel, Gunnlaug. Já, komið sæl. Ég heiti Gunnlaug Thorlacius og er félagsráðgjafi og vinn á Landspítalanum sem yfirfélagsráðgjafi. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessari deild sem við köllum, í daglegu tali köllum við hana nú AF-ÓL, en hún heitir auðvitað afeitrunardeild fyrir ungmenni, hét áður afeitrunardeild fyrir ólögráða ungmenni. Deildin er, 4 ára, rétt rúmlega, opnuð í júní 2020 og það var svona ákveðin aðdragandi að því að þessi deild opnaði og það kannski svona fyrst það að það hafði verið samningur við lækna og BUGL og jafnframt við sjálfstætt starfandi lækni eftirlit með börnum sem voru þá í fráhvörfum á stöðlum, en þeim samningi hafi verið rift. Það var gerður samningur við Vog sem er ennþá í gildi, en það voru auknar áhyggjur hjá starfsfólki stöðla. Og eins og við kannski vitum öll að neysla hefur harðnað dálítið, yngri börn farin að sprauta sig, það voru komin harðari efni, þau farin að nota Oxycontin sem er auðvitað öndunarbælandi og þarf að fylgjast mjög vel með, bæði áhrifum og fráhvarfi, og það voru svona hluti sem voru farin að valda starfsfólki stöðla bara verulegum áhyggjum, skiljanlega, og það er auðvitað mjög mikilvægt að tryggja öryggi barna og þetta var svona viðleitni til þess. Það var tekin ákvörðun að opna þessa deild á Landspítalanum og Landspítalinn útvegaði húsnæði og skipulagði starfsemina. Og það var, ég veit ekki hvort ég þekki það, en það var gerð svona ópakt úttekt sem er svona eftirlitskerfi með þvingandi inngripum og sú skýrsla er gefin út 2018 og þar koma fram svona ákveðnar áhyggjur af því að það sé verið að uppfylla það sem að okkur ber fyrir börn sem voru undir þvingun á stöðlum. Svo er haldin vinnustofa og einhver ykkar voru nú örugglega þar og það voru ýmsir haghafar inn á þeirri vinnustofu og þetta var allt sem gert í samvinnu við Barna- og fjölskyldustofu og á vinnustofunni voru meðal annars ungmenni sem að sjálf höfðu þurft að nýta sér neyðarvistun og jafnvel einhvers konar meðferðarúrræði og svo starfsfólk ýmissa kerfa. Og svona aðeins þess að setja hlutin í samhengi vegna þess að ég veit að þetta er snúið og margir hafa talað það að það sé flókið að komast inn í Landspítalakerfið, að þá bara svona til að setja það í samhengi að þá er Landspítalinn eins og olíuborpallur og tekur engar handbremsubeygjur og það er allt svona frekar þungt í vöfum þegar maður þarf að gera skyndilega breytingar. Þessi tiltekna deild sem heitir deild 33D, hún er í raun og veru samvinnuverkefni 3 sviða á Landspítalanum og það er þá bráðalíf og endurhæfingarsvið eða sviðið BLE og það svið sem sagt þar er bráðamóttakan í Fossvogi og öll börn sem að þurfa að leggjast inn á afeitrunardeild ungmenna þau þurfa fyrst að koma við á bráðamóttöku í Fossvogi. Það er algjör forsenda. Eins og svo sem inn á allar aðrar deildir, það leggst enginn eitthvað inn á meltingadeild nema að fara bara á bráðamóttökuna. Þetta er ekkert öðruvísi heldur en það. Þannig að allir fara á bráðamóttökuna og það er bráðalíf og endurhæfingarsvið. Þar er staða ungmennanna metin og kallaður til sérfræðingur frá bráðateymi barna- og unglingageðdeildarinnar sem að metur geðrænt ástand og þá erum við komin með ábyrgðina yfir á barna- og kvennasvið og svo ef að barnið er metið í þörf fyrir innlögn að þá er það lagt inn á deild 33D og þá er það komið inn á geðsvið. Þannig að þetta er nú svona ákveðið flækjustig. En svona bara rétt til þess að setja í samhengi, ég er ekki með tölu fyrir 2020 en 2021 að þá eru 5 innlagnir og þið sjáu að þetta er ekki mikið. Og það kynið er ekki skráðan 2021, 2022 leggst inn 1 stúlka, þannig að ekki var þetta nú að sliga starfsemina og legutíminn þá var 3 sólarhringar. Legutíminn er 1 til 3 sólarhringar og bara til þess að ítreka það að þetta er auðvitað engin meðferðar innlögn, þetta er svona stabilisering.
23 fer nú aðeins eitthvað að gefa í og þar koma 4 drengir og þeir liggja meðaltali 1,5 sólarhring og svo gerist nú eitthvað þarna 2024. Þetta eru 6 ungmenni sem leggjast inn, 4 drengir og 2 stúlkur en 10 innlagnir í heildina. Það er ofsalega góð samvinna við barnaverndarstarfsmenn á Íslandi þegar þessar innlagnir, mér langar að segja í öllum ef ekki bara flestum tilfellum, þar að segja öfugt allflestum ef ekki bara öllum, að þá er mjög góð samvinna við barnaverndarstarfsmenn og og það er ekkert vesen, þau daga ekkert upp á þessari deild. Þetta er mjög basic. En bara svona þess að fara betur yfir ferlið, barn kemur á bráðamóttöku í Fossvogi ásamt forsjáraðila eða starfsmanni barnaverndar. Það er svona fyrsti snertiflötur og það sem við erum búin að gera núna á þessu ári, við fengum aðeins aukið fjármagn og við gátum búið til kerfi sem er svona ákveðið málastjórakerfi og við erum með 4 félagsráðgjafa to be, núna 3 og soon to be 4 á bráðamóttökunni í Fossvogi og þeir eru á dagvöktum og svo eru þeir á bakvöktum allan sólarhringinn. Þannig að félagsráðgjafi er núna málstjóri ungmennis þegar það kemur að bráðamóttöku og það er hægt að kalla hann út og það er heimild til þess að kalla út félagsráðgjafa allan sólarhringinn. Ég gerði svona mjög óformlega könnun á því hvenær börn leggist inn á þessa deild og tíðasta gildið er svona milli 5 og 7 síðdegis. Þannig að ég hef ekkert þungar áhyggjur að það verði kallaðir út 4 félagsráðgjafar meðanótt. En ef það gerist, þá bara gerist það. Svo sem sagt eru það læknir og hjúkrunarfræðingur og félagsráðgjafar sem gera svona grunn áhættumat og það er gert mat á líkamlegu ástandi með tilliti til fráhvarfa sem eru auðvitað stóra markmiði með þessari aðkomu og svo er svona frummat á geðrænum einkennum og sjálfsvígshættu og ef það gefur okkur til kynna að við þurfum að kalla til barna- og unglingageðdeildina að þá er það næsta skref í ferlinu og þá er kallað til bráðateymi BUGL. Bráðateymi BUGL, fyrir ykkur sem að þekki það ekki, það sinnir bráðu mati og eftirfylgd vegna bráðs geðræns vanda, sjálfsvígshugsunum, sjálfsvígshættu, geðráseinkennum, geðhæð, það er að segja bípólar einkennum og sálíkamlegum einkennum og þetta er gert í samvinnu við Barnaspítalann og Barnaspítalinn og barna- og unglingageðdeildin heyra undir sama svið barna- og kvennasvið Landspítalans. Teymi tekur líka við bráðasímtölum, bæði frá upplýsingamiðstöð heilsugæslunnar, fagaðilum sem hafa gert fyrsta mat á barni og sjá þörf fyrir tafarlausa ráðgjöf og sjúkrahúsi vegna vandans og svo metur það þörf fyrir innlögn barna að beiðni bráðamóttökunnar í Fossvogi. Og svo er það þetta ef að barn þau eru ekki alltaf endilega tilbúin í þetta, blessi börnin og það, við getum alveg skilið það, en þegar börn eru ekki í samvinnu, við reynum auðvitað alltaf að ná samvinnu. Og þarna tel ég bara mjög mikilvægt að þetta málastjórakerfi sé virkað og það er gott þegar þú kemur í svona lágri stöðu og átt að þá er gott að hafa einhvern sem heldur utan því gegnum allt ferlið og stundum þurfa þau að bíða svolítið á bráðamóttökunni og það er ekki bara því það er mikið álag á bráðamóttöku, heldur er bara að það er kannski að fá einhverja rannsóknarniðurstöður og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þetta getur alveg tekið smá tíma. En við reynum að fara með á afvikinn stað og eitt af því sem við sjáum að eftir sem að tíminn er lengri sem þau dvelja á bráðamóttöku áður en þau komast inn í innlögn að þau geta svona spennst upp. Og við viljum það ekki. Þannig að þetta er svona líka ákveðin viðleitni til þess að halda þeim rólegum. Og við gerum bara mjög margt til að halda þeim rólegum. Og við reynum auðvitað að ná samvinnu, við eigum samtal við forsjáraðila og starfsmenn barnaverndarþjónustu og við getum ekki beitt okkar, svona eins og maður segir, hefðbundnu þvingunarúrræðum, nauðungarvistunum eða sjálfræðissviptingum á börn því þau eru auðvitað undir lögaldri og þetta eru auðvitað alltaf bara neyðaráðstöfun á grundvelli barnaverndarlaga og þar eru barnaverndarstarfsmenn náttúrulega lykilpersónur. Og þetta tiltekna atriði hefur þvælst svolítið fyrir. Og ekki bara spítalastarfsmönnum heldur líka öðrum. En þetta þarf að vera algjörlega á hreinu og þetta er bara neyðaráðstöfun. Innlögn á deild 33D er 1-3 sólarhringar og þannig bara leitast við að barni ná hvíld, ná að nærast. Við reynum að hvetja það til breyttrar hegðunar og ná bara almennri samvinnu. Og markmiðið er alltaf betri andleg líðan, meira jafnvægi og eftirlit með fráhvarfseinkennum. Þetta er í raun og veru það sem á að gerast í þessari innlögn og ekki meir. Og þetta er bara að hugsa sem þetta stutta stopp. Og haghafar í þessu ferli eru auðvitað ungmenni sjálft
foreldrar þess og starfsmenn barnaverndar, barna- og unglingageðdeildin og fíknigeðdeildin. En fíknigeðdeildin heldur utanum sem sagt svona daglega starfsemi deildarinnar, mannar hana og svo framvegis. Og bara svona til þess að setja í samhengi, segjum bara að það komi ungmenni í vanda á bráðamóttöku í Fossvogi, að þá þarf að byrja á að kalla til mögulega félagsráðgjafa sem málstjóra. Svo þarf að kanna andlega og líkamlega heilsu barnsins og svo þarf að ákveða hvort á að kalla til bráðateymi BUGL og ef þetta er utan hefðbundins vinnutíma þá þarf auðvitað að gera bara ráðstafanir með það að vakthafandi komi og svo ef að barnið er metið í þörf fyrir innlögn þá þurfum að hringja á hringbrautina og mannadeildina, þið veitir þetta þarf að gerast allt mjög hratt en þetta hefur ekki verið flækjustig en bara og allir bara ákveðnir að láta þetta svolítið ganga og við erum auðvitað með auka starfsmenn á vöktum sem að geta stokkið inn og tekið þetta. Og allt skipulag funda og svona þið veitir hvað þetta er, það er samráð áður en barn leggst inn og það er samráð á morgun og kvöld og bla bla bla. Þetta er allt saman gert samkvæmt gæðaskjölum og í mikilli samvinnu eininga og deilda spítalans. Og það er auðvitað miðað við að foreldrar séu þáttakendur í öllu þessu ferli og séu upplýstir þær ákvarðanir sem að teknar eru eða kunni að vera teknar. Og það er miðað við að sé haldin að minnstakosti 1 fundur með meðferðarteymi barnsins og meðferðarteymið er þá barna- og unglingageðdeildin, ekki vaktstarfsmennirnir á geðdeildinni. Og það er svona miðað við 1 fund í það minnsta í hverri innlögn og þið sjáu stundum þetta sólarhringur og alltaf 3 þannig að það kannski gefst ekkert mjög mikil tími en við viljum hafa þetta svona. Og foreldrar hafa auðvitað aðgang að starfsfólki fíknigeðdeildar og geta alltaf hringt. Og svo er bara unnið svona almennt samkvæmt verklagsreglum fjölskyldu samræður á sem að hefur svona hefð fyrir á barna- og unglingageðdeildinni. Og svo er það verkaskiptingin og það er svo skemmtilegt sko í kringum bara þessa einu deild sem eru 2 rúm þá eru bara, ég man ekki hvað mörg gæðaskjöl en þau eru bara ógæðislega mörg og það eru gæðaskjöl samstarf og samvinnu og alls konar. Og starfsfólk sem sagt fíknigeðdeildarinnar það sinnir daglegri aðhlynningu og er í svona kontakti við unglinginn dag og nótt og stundum líður þeim bara mjög illa og það þarf bara að sinna því mjög vel og sinna þeirra þörfum í hvívetna. Læknar fíknigeðdeildar stýra afeitrun og þetta var líka eitt af því sem var svona ákveðið flækjustig í þeim munið sem tóku þátt í þessu kannski að læknar fíknigeðdeildar þeir eru vanir svokallaðri metabóliskri meðferð fullorðina og hún er ekkert eins hjá börnum og það er svona ákveðin kvíði en þú veist þetta er allt saman list og svona er þetta núna en það var alveg kvíði í fólki og barnalæknar vita auðvitað mest efnafræði barnalíkamanna og fólk er hrætt við þetta og það koma alltaf upp einhver svona atvik þar sem að læknar eru bara má ég þetta, má ég þvingan til að taka lyf, má ég, þú veist og þetta er bara snúið. Læknar barna- og unglingageðdeildar þeir stýra hins vegar meðferðinni þannig að ef þá gera einhverja lyfjabreytingar eða gera einhverju plönum á framhaldandi meðferð að þá er það BUGLið sem sér það og BUGLið ákveður líka útskrift þar að segja þeir ákveða innskrift, þeir ákveða útskrift, þeir stýra meðferð og fá aðstoð geðdeildana við niðurtröppun og svo er reynt að tengja auðvitað barni við eitthvað áframhaldandi úrræði sé þörf á því. Bara svona til þess að sýna ykkur, þá er þetta afeitrunardeildin og hún var búin til þannig að, ég veit ekki hvort þið sjáu það, en það er svona rýmið þarna og þið sjáu gluggan sem er hérna svona nær mér, það er glugginn, þar er vaktherbergi og það er í miðjunni og það eru 2 svona, þetta er svona spegill. Inn í miðjunni er vaktherbergi með gluggum til sittvorar áttar og annað herbergi er á hægri hönd og hitt er á vinstri hönd þannig að þetta er svona svolítið eins og Foucault hafi smíðað þetta bara út frá sinni allsæðiskenningu og bara horfir yfir alla starfsemina og fremra rými sem er nær það vaktinni það var jafnvel svona hugsa fyrir foreldra að þeir gætu mögulega bara verið með og þarna er svona einhver sófi til þess að jafnvel að gista á og svo inni er þetta huggulega rúm eins og þið sjáið svarti kubburinn það niðri og það er deildin er öll útbúin þannig að enginn geti skaðað sig og þessi sjáu glugginn þá er svona plexigler fyrir stormjárninu og gardínunni
þannig að það er á hvergi að vera því börn eru auðvitað þarna eins og á öðrum geðdeildum og þetta er ekkert einstakt fyrir þessa deild. Við erum með fleiri svona deildir. Það sem er reynt að draga eins mikið og mögulegt er úr líkum á því að fólk geti skaðað sig á deildinni. Því fólk er að koma þarna inn með sjálfskaðandi eða jafnvel sjálfsvígshugsanir. Þannig að þetta er nú svona og svo er þetta svona hreinlætis aðstæðan. Minnir nú kannski margt á annað heldur en sjúkrahús. Þetta er auðvitað allt gert til þess að hvorki sé hægt að skemma sig, né skemma annað og sturta hann innbyggð í vegginn og svo framvegis. Og þarna á myndinni lengst til á hurðinni. Það sjáum við að við getum fylgst með auðvitað innum dyrnar, þannig að það er ekki mikið svona prívat, það er ekki hægt að draga fyrir gardínu fyrir innan glugga og þið kannski sjáum að hurðarhúninn á þessari hurð, hann er algjörlega þannig að þá ekki vera hægt að gera sér neitt þar. Þannig að þetta er nú afveitunardeild fyrir ungmenni. En svo þegar þessari dvöl sleppir, sem er að taka myndir, að þá er það eftirfylgdin og þá er það ýmist innlögn á barna- og unglingageðdeildina, eða þá samtöl eða upplögð meðferð á göngudeild barna- og unglingageðdeildar, einhvers konar úrræði á vegum barnaverndar, það geta verið stuðlar eða þessi úrræði sem að Funi var að nefna hérna áðan eru ýmist starfandi eða í pípunum. Einhver sveitafélag eru mögulega með einhver vistheimili, MST auðvitað, félagsþjónustan með einhver úrræði og svo fjölskylda barnanna. Þannig að þetta er nú svona það sem við reynum að virkja þegar dvöl á þessari deild lýkur. Og svo eru náttúrulega ýmis álitamál. Og ég efast ekkert það að margir hér inni hafa einhverjar svona spurningar eða jafnvel hugmyndir það hvernig við getum gert þetta betur og ég held að við getum alveg verið sammála það að kannski mætti bara gera þetta betur. Og ég held að við séum ekki ein á Landspítalanum það, ég held að þetta sé bara samstarfsverkefni okkar allra að reyna að koma þessum málum í betri farveg og það auðvitað eins og Salvör nefndi hérna í upphafi, það auðvitað við berum bara ábyrgð sem samfélag á því að búa okkar börnum sem bestar aðstæður hvar sem þau eru nú staðsett og ég held að þetta sé bara eitthvað sem við þurfum að hugsa og skoða saman. Takk fyrir. Já, kærar þakkir, Gunnlaug. Já, nefnilega, þorpið, það þarf allar hendur upp á dekk til að sinna þessum málefnum. Næst á mælendaskrá er Berglind Ósk Filippíudóttir, félagsráðgjafi. Gjörðu svo vel, Berglind. Heyrist í mér? Þetta er akkurat í minni hæð, sko, ég er svo lítil. Heyrðu, já, ég svona. Ég er rosalega ánægð að fá að koma hingað í dag og spjalla við ykkur og það sem ég ætla svona að flytja bara stutta hugvekju út frá mínu sjónarhorni sem barnaverndarstarfsmaður og allt sem kemur fram hérna á eftir er bara minn eigin sannleikur og endurspeglar ekki endilega álit allra barnaverndarstarfsmanna á Íslandi og en ég hef starfað sem félagsráðgjafi bara síðan 2010 og starfað hjá Barnaverndarþjónustu Mosfellsbæjar og hef unnið við barnavernd bara meira og minna frá 2010, bæði innan ríkis og sveitarfélaga. Og nafnið á hugvekinu minni, Börnin okkar, tekið úr aðgerðaáætlun okkar Mosfellinga í málefni barna og ungmenna, en við Mosfellsbæjar erum að setja 100 milljónir aukalega í málefni barna á næsta ári, en er að ræða forvirkar, snemmtækar og sértækar aðgerðir og ég veit að hvet önnur sveitarfélag til þess að taka sama skref. Þar sem aðventufundurinn er haldinn í tengslu við alþjóðlega mannréttindadaginn langaði mig að varpa ljósi á stöðu barna sem glíma við áfengis- og vímuefnavanda og eða alvarlegan hegðunarvanda út frá sjónarhorni mínu sem barnaverndarstarfsmanns. Öll börn eru jöfn, segir í 2. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem að Ísland lögfesti fyrir þó nokkrum árum. Greinin felur það í sér að öll börn eigi að njóta réttinda barnasáttmálans án tillits til hver þau eru, hvar þau búa, hvaða tungumál þau tala,
á hvað þau trúa, hvernig þau hugsa og líta út, af hvaða kyni þau eru, hvort þau eru fötluð, rík eða fátæk og án tillits til þess hvað fjölskylda þeirra gerir eða trúir á. Og aldrei skal koma fram við barn af óréttlæti. Þetta hljómar einfalt, en við sem störfum innan barnaverndar vitum að þetta á alls ekki við börnin okkar í barnaverndinni, sérstaklega ekki þau börn sem við tölum hér í dag. Og stundum tilfinningin sú að önnur kerfi halda svolítið að sér höndum þegar mál barns orðið að barnaverndarmáli. Og alveg svo Gunnlaug kollegi minn kom inn á hér áðan að þá erum við stöndum við þeim sporum að læknar eru stundum hræddir við að taka skrefin gagnvart okkar börnum og og halda stundum fram að þeir kunna ekkert á börnin, þeir þurfa bara að vera meira í kringum þau. Og símtal sem ég hef átt við heilbrigðisstarfsmenn á bráðamóttöku sem hafa reynt að fá mat á barni undir miklum áhrifum vímuefna og fannst við þeim starfsmanni hann ekki fá áheyrn og hann sagði: "Æ, Berglind, getur þú ekki reynt að hringja? Ég er búin að reyna það." Ein birtingarmynd í þessum málum að foreldrar þeirra barna sem við fjöllum hér í dag eiga oft á tíðum erfitt með að stíga fram opinberlega og berskjalda sig vegna þess vanda sem börnin þeirra standa frammi fyrir. Ef foreldrar stíga fram, þá gera þau það yfirleitt með þessum hætti, hylja andlit sín og breyta röddinni. Auðvitað gera þau það í flestum tilfellum til að vernda einkalíf barna sinna, en ekki síður vegna þess að þau upplifa skömm og eru hrædd að vera einhvers konar smánarblettur innan samfélagsins. Enda orðræða eða umfjöllun í samfélaginu börnin okkar meira að segja í fjölmiðlum, ekki beint til þess fallin að vera hvatning til foreldra að stíga fram og opinbera sig. Og ég velti fyrir mig hvort við hefðum séð fréttir öryrkjahópinn eða geðdeildarhópinn. Eftir röð atburða í samfélaginu þetta árið hefur verið uppi hávært ákall að gera betur í málefnum barna og ungmenna. Mikið rætt forvarnir og snemmtækar aðgerðir sem auðvitað gríðarlega mikilvægt. En ákall átak og aðgerðir í málefnum barna og ungmenna þýðir líka aukin úrræði fyrir börnin okkar. Og einhvers staðar verða þau úrræði að vera. Fólk keppist við að birta ákall á Facebook og Instastory og telja mikilvægt að börnin okkar fái góða þjónustu og allir vilji þeim það besta. En samt eiginlega bara þangað til að þessi hópur verður í þínum bakgarði. Ég tek það fram að ég var ekkert sérstaklega stolt að ég búi í Norðlingaholti á þessum tíma og skammaðist mín fyrir afstöðu íbúasamtökanna. Umfjöllun á þessum tíma litaðist af mikilli fáfræði og ótta. Og eftirfarandi haft orðrétt eftir formanni íbúasamtaka Norðlingaholts. Við finnum til mikilla samúðar með þessum skjólstæðingum en við viljum ekki hafa þá hér í hverfinu og þetta úrræði hér í hverfinu. Það eru fylgjendur, það eru mý í kringum krakka með fíkniefnavanda. Tilvitnun lýkur. Þá virðist heppnin elta mig á röndum hvað þetta varðar því þessi snepill barst póstlugur íbúa í Mosfellsbæ nýverið vegna fyrirhugaðar opnunar á meðferðareiningu á Farsældartúni í Mosfellsbæ. Í sneplinum alið á ótta og meðal annars sagt: veljum hentugt umhverfi fyrir börn í meðferð. En eins og við vitum þá það einmitt líklega besta leiðin fyrir börnin okkar að vera eins eðlilegu umhverfi og mögulegt Og svo vikið að því að það réttur allra barna og annara íbúa að fá að una sér utandyra áhyggjulaus. Og ógleymdri rýrnun á verðgildi eignarhluta í Grendisvæðið. En sem betur fer eru Mosfellingar upp til hópa gott fólk og létu þetta ekki á sig fá og studdu frekar við börnin okkar með frábærum innleggjum að þessi snepill skrapi botnin og að börn sem þessi hafi jafnvel verið jaðarsett alla ævi á samfélaginu. Verum næs, það gerir betra samfélag fyrir alla, segja Mosfellingar. Við sem samfélag verðum að gæta okkar í því að flokka ekki veruleikan út frá staðalímyndum hið góða og hið illa. Að við séum góð en hin séu slæm. Með því fjarlægi við öll blæbrigði, mannlegs breytileika, samúðin og samhegðin með þeim sem glíma við erfiðleika verður að ná yfir alla þröskulda, hvort sem þeir þröskuldar eru við meðferðarúrræði barnaverndar eða annars staðar í samfélaginu. Mér hefur verið hugleikið hvernig það megi vera að við skrifum sömu skýrslurnar aftur og aftur
kortleggjum og þarfagreinum sömu hlutina aftur og aftur með tilheyrandi tíma og kostnaði. Við erum með skýrslur frá árunum 2013, 2021, 2023 og 2024 sem meira og minna fanga allar sama hlutin. Veltið bara fyrir ykkur tímanum, mannauðnum og fjármagninu sem hefur farið í vinnuna sem birtist á þessari glæru. Hefði ekki verið ákjósanlegast að fá fjármagni beint í aðgerðir heldur en að skrifa sömu skýrsluna aftur. Og svo eru athugasemdir þeirra sem að reyna að varpa ljósi á þörfina og neyðina sem ríkir, til dæmis skýrslur umboðsmanns barna og yfirlýsing fagdeilda félagsráðgjafa, en fagdeild félagsráðgjafa í áfengis- og vímuefnamálum og barnavernd vildi sjá fjölbreytt og stigskiptu úrræði fyrir börnin okkar. Í 9 ára gamalli ársskýrslu umboðsmanns barna greinir til dæmis frá að embættinu hefðu reglulega borist ábendingar vegna barna með tví- eða fjölþættan vanda og taldi umboðsmaður skorta á úrræðum fyrir þennan hóp. Einnig sendi umboðsmaður barna þetta sama ár, 2015, erindi til þáverandi innanríkisráðherra og varpaði fram áhyggjum af börnum sem stendu eigin velferð í hættu, til dæmis vegna afbrota, hegðunarvanda eða vímuefnaneyslu. Einnig sendi umboðsmaður erindi til þáverandi ráðherra félags- og húsnæðismála varðandi úrræði fyrir unga fanga og vildi fá að vita hvaða vinna væri hafin við að móta framtíðarlaust fyrir börn sem væri úrskurði í gæsluvarðhald eða dæmd í óskilorðsbundið fangelsi og hvort samhliða þeirri vinnu væri stefnt að því að byggja upp úrræði fyrir börn sem glíma við alvarlegan hegðunarvanda og vímuefnavanda og í síðasta lagi hvenær væri stefnt að því að sú framtíðarlaust sem unnið væri að kæmi til framkvæmda. Og svo má benda á skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2015 þar sem Ríkisendurskoðun taldi brýnt að ráðuneyti hefði forgöngu að tryggja þessum hópi nauðsynlega þjónustu og koma á fót sérhæfðum úrræðum fyrir þau. Ráðuneyti brást við þessari ábendingu og sagðist hafa tekið ákvörðun stofnun nýs meðferðarheimilis á höfuðborgarsvæðinu. Þessu var fylgt eftir árið 2018 og þá fengust þær útskýringar að þetta væri nú allt að koma og stofnun nýs meðferðarheimilis væri í framkvæmdaáætlun og unnið væri að lagabreytingum og reglugerðum málefni barna með fjölþættan og síðast en ekki síst væri fyrirhugað að koma á fót nýrri stofnun, gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu. Og þeim megi gíska hvað af þessu gekk almennilega upp en í maí sama ár tók gæða- og eftirlitsstofnun til starfa. Við getum farið fjöldamörg ár aftur í tíman þar sem kveður á eitt og annað þessu tengdu í framkvæmdaáætlun ríkisins á sviði barnaverndar. Í síðustu 2 áætlunum hefur svo mælikvarði verið að byggingum meðferðarheimilis á höfuðborgarsvæðinu verði lokið á tímabili áætlunar. Einnig hvað nýja meðferðarstofnun í framkvæmdaáætlun fyrir árin 2013 til 2014 og þá má sjá að í áætlun fyrir tímabili 2019 til 2022 var gert ráð fyrir að heildarkostnaður fyrir nýtt meðferðarheimili verði 650 milljónir sem manni finnst auðvitað lítill peningur samanborið við annan kostnað sem að ríkið hefur innt að hendi með litlum fyrirvara. Og með því að bera þetta tvennt saman ég alls ekki að gera lítið úr verkefnum tengdum leiðtogafundunum eða önnum verkefnum og virði þau verkefnum sem lögreglan þarf að sinna. Ég svona varpa þessu fram bara til að bera saman krónur og aura. Og það eina sem við eigum til minningar nýtt meðferðarheimili á höfuðborgarsvæðinu eru myndskeið og myndir af viljayfirlýsingu frá desember 2018. Lengra höfum við ekki komist í þeim efnum og RÚV hnippir í mig og bendir á að fréttin sé meira en 5 ára gömul. Sökum þessa úrræðaleysis erum við allt of oft að setja foreldra og börn í afar flóknar og erfiðar aðstæður þar sem þolmörk þeirra eru teygð út í því óendanlega. Í raun eru foreldrar viðkomandi barna sett í hlutverk meðferðaraðila og sinna samhliða því hlutverki öryggisvarða og eftirlitsaðila enda sjaldan að ræða börn sem í dagsdaglegri virkni. Langvarandi álag af þessu tagi skapar sjúklegt streituástand sem leiðir af sér að foreldrar hafa litla sem enga burði til að sinna uppeldishlutverkinu sínu. Aðstæðum sem þessum fylgir töluverður kostnaður og tekjumissir vegna fjarveru foreldra frá vinnu og í einhverjum tilfella hafa foreldrar mist vinnu sína. Með því úrræðaleysi sem ríkt hefur í þessum málaflokki þá erum við hægt og rólega að taka súrefnisgrímuna af foreldrum og hvert er virðið í því og hvaða langtíma afleiðingar hefur það. Og aftur þá varar RÚV við að fréttin er meira en 7 ára gömul sem er þarna til dæmis þar sem að móðir gagnrýnir úrræðaleysi fyrir börn í vanda. En þegar ég ræði við aðra fagaðila, hvort sem það er félagsráðgjafar kollega mínir á Landspítalanum eða
fagfólkið á Barna- og fjölskyldustofu, kennarar í skólum eða aðrir sjálfstætt starfandi síðan aðilar, þá virðumst við öll hafa sömu sýn, að börnin okkar eigi betra skilið. Þegar ég fylgi börnum og foreldrum í gegnum kerfið, þá finn ég að kerfið er ekki búið til fyrir notendur, heldur frekar fyrir þá sem smíðuðu það. Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að það er líklega bara kerfið sjálft sem glímir við flókin og fjölþættan vanda en ekki börnin okkar. Og ég vil enda hugvekjuna mína á orðum samstarfskonu minnar, Guðrúnar Marinónsdóttur, félagsráðgjafa og stjórnanda okkar frábæra teymis í Mosfellsbæ. Barnvænt samfélag á Íslandi verður ekki til fyrir við reynum að jafna stöðu allra barna og þora að taka afstöðu með þeim sem þarfnast okkar allra mest. Ekki bara tala og kasta börnunum okkar á milli, kæru ráðamenn. Ykkar er að taka af skarið og gera. Takk fyrir. Já, kærar þakkir, Berglind Ósk, fyrir þína hugvekju. Já, ætli við kannumst ekki öll við þetta og getum tengt við og tekið undir það sem þú ert að segja og höfum fylgst með þessum fréttum. Takk fyrir góða samantekt og við höfum ríkan og mikinn efni við til þess að koma svo á framfæri þegar að búið er að mynda nýja ríkisstjórn. Við þurfum að hitta menn og konur í nýju stjórninni sem er verið að mynda. Vonandi gengur það allt saman vel. En gefur ekki barnan okkar og það þarf að líta í mörg horn. En ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir að halda tímasetningarnar svona vel. Og við erum bara komin í gróða með tíma. Og við gerðum ráð fyrir því að taka kaffihlé korter yfir en ég held að miðað við bara stærð hópsins og þetta er náttúrulega alltaf svolítið eins og gott ættamót að ég held að okkur veitir bara ekkert af því að standa upp og hrista þeim saman hópinn og taka spjallið, endilega taka spjallið við fyrirlesarana og við byrjum aftur á mínútunni 10:30. Takk fyrir.
Þá ætlum við að halda áfram. Ég ætla að biðja ykkur að koma í salinn sem eru frammi. Við ætlum að halda áfram með dagskrána og næst hún Halla Dröfn Jónsdóttir félagsráðgjafi í Fjölbrautaskóla Suðurlands sem ætlar að koma og segja okkur frá starfi skólafélagsráðgjafans. Gjörðu svo vel, Halla Dröfn. Komið sæl og blessuð. Ég heiti Halla Dröfn og ætla eins og Steinunn sagði að segja ykkur aðeins frá skólafélagsráðgjöf. Ég hef lengst af starfað innan félagsþjónustu og barnaverndar en byrjaði sem skólafélagsráðgjafi í byrjun árs 2023 í framhaldsskóla. Í dag eru starfandi 19 félagsráðgjafar í skólum á Íslandi. Okkur er aðeins að fjölga 13 félagsráðgjafar í grunnskólum og 6 félagsráðgjafar í framhaldsskólum. Og ástæða þess að félagsráðgjafar voru ráðnir til skóla til þess að byrja með og skólafélagsráðgjöf á sér mjög langa sögu, alveg aftur til 1900 í Bandaríkjunum, er þekking félagsráðgjafa á félagslegum vanda og hvernig í rauninni hann getur haft áhrif á árangur og líðan barna í skólum. Og þetta er ekkert ný hugmynd skólafélagsráðgjöf, það eru 40 ár síðan að fyrsti skólafélagsráðgjafinn tók til starfa á Íslandi. Þetta er ekki orðið lögbundið en það verður það vonandi fljótlega bara, með nýrri ríkisstjórn. En þetta er skólinn sem ég starfa við, Fjölbrautaskóli Suðurlands á Selfossi. Þetta er mjög fjölmennur skóli. Hann telur 1000 nemendur í dagskóla og svo eru það enn og fleiri ef við tökum kvöldskólan með. En það eru fáir framhaldsskólar á landinu með eins fjölbreytt námsframboð og FSU, ef einhver. Og ef ég fer bara hratt yfir það, þá bjóðum við upp á bóknám, verknám, garðyrkjunám og Reykjum, 5 íþróttaakademíur, fjölmenna sérnámsbraut, við erum með stóran hóp erlendra nemenda og kennslu í fangelsum. Og svo lokum erum við með svokallaða grunnmenntabrú sem er ætluð nemendum sem hafa ekki náð tilskildum árangri við lok 10. bekkjar eða jafnvel ekki lokið grunnskóla. Og þetta gerir það að verkum að við höfum mjög mikla breidd innan nemendahópsins sem er svo frábært. Þetta er ekki mjög einsleitur nemendahópur hjá okkur, heldur svona hópur með mjög fjölbreyttar og ólíkar stuðningsþarfir. Hlutverk skólafélagsráðgjafa er margþætt og starfslýsing skólafélagsráðgjafa, hún er ekkit endilega eins á milli skóla, fer bara svo lítið eftir þörfum hvers skóla fyrir sig. Ég ætla aðeins að, ég bara fara hratt yfir þessa og fara yfir þessa atriði sem komið þarna, þetta var í rauninni starfslýsing skólafélagsráðgjafa í framhaldsskóla, það sem ég er búin að fletta yfir, en ég fer yfir þessa punkta núna á næstu glærum. Meðal minna helstu verkefna er ráðgjöf við nemendur og það að greina og meta þætti sem að geta haft áhrif á námsferlið og almenna líðan nemandans. Þjónusta skólafélagsráðgjöf, hún stendur öllum nemendum innan skólans til boða og eins og kom fram áðan að þá erum við bara með svona mjög breiðan hóp innan skólans sem að glímir við ólíkar áskoranir eins og eru auðvitað í flest öllum skólum, nema kannski það sem er bara tekið inn eftir A og B. En svona heilt yfir og þá eru nemendur að leita til félagsráðgjafa með ýmislegt og það er svo margt sem getur komið upp á þessum aldri, ástarsorg, samskiptavandi, vandi í vinasamböndum, kvíði fyrir einhverjum aðstæðum. Stundum eru nemendur líka að leita til skólafélagsráðgjafa bara til þess að læra þess að þekkja betur inn á sína styrkleika. Það getur líka alltaf, eins og við vitum, eitthvað óvænt og ófyrirséð komið upp á í lífinu sem að í rauninni getur kallað bara fram mjög sterkar tilfinningar hjá ungmennum og þá er mjög mikilvægt að nemendur hafi greiðan aðgang að einhverjum til þess að tala við í skólaumhverfinu. Og viti í rauninni að það standi þeim til boða. Og af því að ég hef
já, bara nokkuð langar reynslu af því eða lengri reynslu af því að vinna innan barnaverndar og hef átt náttúrulega ótal samtöl við börn og ungmenni þar sem barnaverndarstarfsmaður, að þá var ég mjög fljót að átta mig á því að þetta eru öðruvísi samtöl sem ég er að eiga við börnin þegar þau eru í sínu nærumhverfi og eru að velja að koma að fyrrabragði sjálf, yfirleitt. Þau geta verið að opna sig erfiðar aðstæður heima fyrir, jafnvel óviðunandi aðstæður heima fyrir. Þau geta verið að opna sig aðstæður og kvíða sem er þess valdandi að þau velja að deyfa sig, að sækja í að deyfa sig. En svona hver sem ástæðan er fyrir komið þeirra, þá hefur mjög mikið forvarnargildi að fá tækifæri til að tala það hvernig manni líður. Ráðgjöf skólafélagsráðgjafa, hún er ekki hugsuð sem langtíma meðferð, heldur stuðningur og leiðsögn til skemmri tíma og flestir geta nýtt sér þjónustuna vel á þessum forsendum og eru kannski að koma að meðaltali í svona 2 til 3 viðtöl, ef ég horfi bara svona heilt yfir hópin. Sumum nemendum er ég auðvitað að fylgja og við skólafélagsráðgjafar að fylgja lengur eftir. Og það eru nemendur sem að þurfa meiri eftirfylgd og stuðning en önnur börn. Og þá er barni gjarnan að fá stuðning jafnvel utan skólans líka. Og þetta eru oft einmitt krakkar sem eru að glíma við persónulegar áskoranir, til dæmis hegðunarvanda og fíknivanda. Eða hafa glímt við fíknivanda en eru ekki í virkri neyslu í dag. Og þá er skólinn ekki síður mikilvægur í því að veita barninu stuðning. Á þessu 1,5 ári sem að ég hef verið í, eða tæpum 2 árum sem ég hef verið í starfi skólafélagsráðgjafa, að þá hef ég talað við mjög stóran hóp ungmenna. Og ef ég tek bara saman upplýsingar frá síðasta skólaári, þá var ég ekki í fullu stöðugildi, eins og ég er núna, en ég talaði þá við 115 nemendur sem að í rauninni leituðu sjálfur flestir eftir þjónustunni í svona einstaklingsviðtali, 60 nemendur á haustun og 55 nemendur á vorin. Og ég veit að kollega mínir í öðrum framhaldsskólum eru með svipað tölur og jafnvel fleiri þeir sem eru í fullu stöðugildi. Í flestum tilvikum að þá eru ungmennin að bóka viðtölin sjálf. Við erum með svona bókunarkerfi, en þau geta auðvitað líka verið að koma eftir að náms- og starfsráðgjafi eða kennari eða einhver annar mæli með því að þau komi. Þetta er þjónusta í þeirra nærumhverfi, þannig að hún er mjög aðgengileg og þau mega prófa að koma við án þess að eiga pantaðan tíma. Og það í rauninni gerir það að verkum að þau eru gjarnan að koma akkurat þegar eitthvað er að brjótast í þeim og þau hafa þörf fyrir að tala. Og þetta fyrirkomulag að það nýtist ekki hvað síst börnum, og það hefur bara sýnt sig að það nýtist ekki hvað síst börnum sem að glíma við fjölþættan vanda. Ungmenni sem að til dæmis þurfa helst á því að halda að koma þegar tilfinningarnar eru að bera þau ofurliði. Og þau hafa jafnvel áhyggjur af því hvernig þau munu bregðast við í aðstæðunum. Geta jafnvel verið hættuleg sjálfum sér og öðrum. Og jafnvel þó sum í rauninni ungmenni séu jafnvel að fá sérhæfðari aðstoð utan skólans, eða kemur kannski ljós að bara þarf sérhæfðari aðstoð utan skólans þegar eftir að kemur til mín, að þá leiðbeini ég og við skólafélagsráðgjafar auðvitað í tengslum við það. En eitt á ekki að útiloka annað. Við þurfum auðvitað að vinna í takt og en það er mjög mikilvægt að við innan stoðþjónustu skólana séum ekki bara að segja, heyrðu, þú ert allt of flókin fyrir mig, þú ert bara að vera hérna út í bæ, það er sérfræðingur sem kann miklu betur að vinna með þig. Að því að börn þurfa að upplifa sig velkomin í skólanum. Og í vinnu með ungmennum þá hef ég lagt áherslu á lausnamiðanálgun og að vinna út frá styrkleikum hvers og eins. Oft eru við í rauninni bara svolítið að normalisera vandann, kenna bjargráð og leiðir til að gera jákvæðar breytingar og bæta líðan.
En það sem skiptir auðvitað mestu máli, óháð í rauninu öllum aðferðum og nálgunum, er að byggja upp traust og gott samband við ungmenni, þannig að geti hugsað sér bara að leita til okkar. Og til viðbótar svona við helstu vinnu aðferðir í félagsráðgjöf, að þá langar mig að nefna bæði sóluhúl og áfallamiða nálgun. Báðar þessar nálganir bjóðu upp á svokallaða heildræna skólanálgun eða whole school approach, sem í rauninni gengur út á það að allt starffólk skóla sé að vinna í takt og eftir sömu nálgun. Og þótt það sé auðvitað frábært og mikilvægt að fjölga starfsfólki í stoðþjónustu skólana, að þá gagnast á ungmennum auðvitað best ef við erum öll að vinna í takt. Og við megum ekki vera hrædd við ungmenni. Og ég finn það alveg, það er ótrúlega merkilegt að vera núna að vinna í skólaumhverfinu, að því að það er kannski svolítið, og sem fleiri tala félagsráðgjafar, að það er oft þetta, bara eins og fólk sé hrætt við börn. Og það má ekki, og þess vegna er svo mikilvægt að við innleiðum svona nálgun, heildræna nálgun í skólakerfið. En skólafélagsráðgjafar eru ekki eingöngu að veita nemendum ráðgjöf. Það er mjög mikilvægt að starfsfólk skóla hafi góðan stuðning hvort í öðru. Og þegar börn glíma við vanda sem er þeim jafnvel mjög hamlandi innan skólans, að þá er líka mjög mikilvægt, og þetta er engin geimvísindi, að það sé þekking á málum innan skólans sem varðar hegðunarvanda, sem varðar fíknivanda, sem varðar ofbeldi, sem varðar áföll og flóknar fjölskylduaðstæður. Þessi börn eru í skólanum. Eitt af hlutverkum skólafélagsráðgjafa er einmitt að veita handleiðslu til kennara og annars starfsfólks ef upp koma viðkvæm mál. Eða eins og stendur í minni starfslýsingu erfið mál, ég samdi starfslýsinguna ekki sjálf, og er gjarnan talað það innan skólans. Þetta er alltaf lega, núna er Halla bara komið öll erfiðu málin. En vitið þið, þetta eru ekkit endilega mál sem við félagsráðgjafar lítum á sem erfið mál. Þetta eru bara mál sem við þekkjum oft svo vel og bara mál sem þarf að nálgast á einhvern ákveðinn hátt. Og það er svolítið gaman að vinna núna á svona fjölmennum vinnustaði. Ég er eini félagsráðgjafinn í 162 manna starfsmannahópi. Og ég er náttúrulega miklu vanari því að vera umkringt öðrum félagsráðgjöfum. En þegar maður er eini félagsráðgjafinn, einyrki, og í svona stórum starfsmannahópi, þar sem er fullt af fólki með ólíkan bakgrunn og þekkingu, að þá kemur sérstaða hvers og eins og vel í ljós. Og sérstaða okkar félagsráðgjafa er að við erum alltaf að horfa á einstaklingin í stærra samhengi heldur en bara út frá líffræðilegum eða sálrænum þáttum. Og ég finn það svo sterkt því ég er í þessu umhverfi, einhvað sem ég fannst kannski bara ekkert merkilegt þegar ég var að vinna annars staðar. En þetta gerir það verkum að við skólafélagsráðgjafar, við leggjum svo mikla áherslu á samvinnu við foreldra og heimili. Og gerum það jafnvel aðeins öðruvísi en hinir innan stoðþjónustunnar. Og hlutverk foreldra og samstarfið við þá er mjög mikilvægt þegar kemur að nemendum sem standa höllum fæti í skólakerfinu. Því þessir nemendur, þetta eru nemendurnir sem eiga mest á hættu að hætta í skólanum. Og þegar foreldri og barn eru saman í samtalinu, þegar ég hitta foreldri og barn saman en ekki fyrst foreldri og svo barn, að þá gerist oft eitthvað. Þá kemur oft bara kannski ljós í samtalinu að foreldrar og barn hafa mjög ólíkar hugmyndir málið, ólíkar skoðanir á því hvert vandamálið er eða hver stuðningurinn ætti að vera. Þá verður frekar svona einhver sameiginlegur skilningur í samtalinu. Og þetta á þetta ekkert alltaf við, ég sé alltaf við hitta foreldrar og barn saman, ég er þetta mest að hitta ungmennin, en þegar ég hef óskað eftir því sem gerist nokkuð oft, að hitta líka einhver tíma foreldrið, að þá hafa þau yfirleitt tekið því bara vel. Sem kemur líka pínlítið og óvart, en það er gott. Ég hef auðvitað ekki ótakmarkaðan tíma eins og Steinunn var að benda mér á, en við langar að nefna eitt atriði til viðbótar, já, og það er í rauninni þekking okkar félagsráðgjafa innviðum velferðarkerfisins og öðrum samfélagslegum úrræðum.
hún nýtist í mjög breiðu samhengi innan skólans og líka bara þekking okkar á lögum og reglugerðum. Og Barna- og fjölskyldustofa er alveg búin að fá að finna fyrir því, er í stöðugu sambandi út af einhverju sem við erum að þróa og gera. Ef ég ætti að nefna einhverjar áskoranir í starfinu, þá langar mig að nefna samstarf milli kerfa. Nemendur í skólanum koma okkar frá að minnsta kosti 14 mismunandi sveitarfélögum, þannig að reynir heilmikið á samstarfi og ólík kerfi. Og málefni barna sem að glíma við hegðunar- og fíknivanda, þau eru gjarnan í vinnslu hjá barnaverndarþjónustu og öðrum kerfum og þarna getum við gert betur. Og ég finn það mjög vel þegar ég er komin í annað sæti. Við í rauninni, ég vona auðvitað farsældarlögin eftir að hjálpa okkur betur í þá átt, en við þurfum bara aðeins að skoða hvernig getum við gert þetta betur. Að lokum langar mig að segja, ég held að sé sameiginleg sýn allra sem að í rauninni, já bara allra, að það sé mikilvægt að efla faglega, skóla sem faglegar stofnanir sem að geti í rauninni tekist á við flestu viðfangsefni sem uppkoma í skólastarfi. Og þá á ég alls ekki við, eins og einhver kannski heldur, að við séum að vinna eitthvað sem ætti að vera unnið á öðru og þriðja stigi. En með því að ráða félagsráðgjafa í skóla, alla skóla, að þá erum við í betri aðstöðu til þess að grípa snemma inn í, ef við verðum vör við vanda og við erum í kjör aðstæðum til þess að vinna á snemmtækan hátt í skólakerfinu, í fyrstu línu þjónustu. Takk fyrir. Kærar þakkir, Halla Dröfn. Já, það eru sannarlega tækifæri og svigrúm held ég bara til úrbóta á þessu sviði. Kærar þakkir. En síðast á mælendaskrá er hún Ragnheiður Lárusdóttir og hún ætlar að fjalla þetta viðkvæma málefni út frá sjónarhóli foreldra og ljóðskálds. Gjörðu svo vel, Ragnheiður. Já, komið sæl. Gaman að fá að vera hérna með ykkur á þessum stóra og glæsilega fundi. Nú, sjálf er ég menntaskólakennari og íslensku bókmennafræðingur og auk þess hef ég námi í listkennslufræði og er að auki lærð söngkona. Ég er 3 barna móðir og á 2 mjög, mennilega unga menn sem hafa staðið sér vel í öllu. Og svo á ég dóttir mín sem hún er yngst, Sigurveig mín, og hún er 27 ára. Og hún er búin að vera í harðri fíkniefnaneyslu og er búin að vera alveg í 10 ár, jafnvel 11 ár í þessu. Hún var mjög efnilegt barn, mjög vel gefin, falleg og góð og skemmtileg og lærði á píanó, var í myndlist, stundaði ballett, var í íþróttum, gekk mjög vel í námi og var komin í menntaskólann í Hamrahlíð og söng þar í Hamrahlíðarkórnum og bara, manni fannst bara hennar leið myndi vera bara mjög greið og þægileg. En síðan fer hún í þessa átt, fer út úr sínum góða vinkvæna hópi og finnur sér félaga sem eru í þessari neyslu. Og ég náttúrulega er engin sérfræðingur í þessum málum, ég er bara mamma hennar Sigurveigar og þetta hefur náttúrulega bara verið mjög erfitt fyrir okkur, fjölskylduna. Og þessi bók mín sem heitir Veður í æðum og ber undirtitilinn Flétta handa dóttur, sonum og formæðrum fjallar að miklu leyti þetta. En það er náttúrulega ekki hægt að skrifa heila ljóðabók bara svona hræðilega sorglegt og erfitt mál. Þannig að það koma alls konar ljóð inn á milli önnur efni bara til þess að létta fólki lesturinn. Maður getur ekki haft allt í hástöfunum endalaust. Og ég ætla að byrja og enda á svona aðeins léttari ljóðum og þau koma svona inn á milli, bara eins og þessi bók er. Þannig að þið fáið svolítið mynd af henni. Ég er líka með nokkur eintök af bókinni ef fólk vil skoða. Og ég byrja hérna á söngnum.
Söngur, tónvefnaður radda sem mætast á réttu augnabliki, leiðast stund og kveðjast, feta nýjan stíg saman, svífa yfir höf og himna, opna nýjar stöðvar skilnings. Ómur hans lendir að lokum í hjarta mér, lítill heitur fugl, skriðinn úr höfuðskél. Týnd. Hún týnd, litla stelpan mín, með flaksandi hárið í rauða madrasukjólnum sem hleypur dansandi allt og stekkur brosandi í fang mér til að kúra. Ég finn hana bara alls ekki. Hafið þið séð hana? Hún spilar á píanó og syngur, teiknar, dansar og kuldi. Veður í æði mér, herpir líkamann saman, hálsinn hverfur ofan í grjótharðar axlir, handleggir liggja stífir niður með líkamannum, fætur hamast við að ganga heim, hugur sem neitar að starfa, vill ekki meðtaka áhyggjur líkamanns, vill ekki sorgina, vill ekki. Rökkurdís, rís úr undirheimum þegar kvöldar. Tími hennar bakhlið lífsins. Hún fer grönnum fingrum glös og hvít efni, æðar hennar renna eldingar, líkaminn hjúpaður svörtu, röddin hás, augun döpur. Það rignir á höfuð hennar, augu, nef, munn. Það rignir á herðar hennar, þar sem moldin hefur safnast, verður að for sem fer af stað. Rennir líkamann sem sameinast jörðinni, mold, vatn, jörð, líkami, líkami, mold, vatn, jörð, jörð, líkami, mold, vatn, vatn, jörð, líkami, mold. Bílastæði. Í litlum hvítum bíl á stóru svörtu bílastæði frostnótt heyr fjölskylda baráttu. Helsjúk systir, dóttir, bróðir og móðir halda fast, geta ekki sleppt. Hendur þeirra kreftar eins og klær hafarnar granna öxl sem ber kápur tvær, hvíta og svarta. Bíllinn svo lítill, tróðfullur af orðum, sorg og ótta í svartri frostnótt. Blámi. Þegar ég var barn bjó ég í bláum firði með bláum sjó og bláum himni. Ég horfði bláum augum út í blámann sem stundum var svartur, mannskæður. Sveitin mín var líka græn, brún og gul, hvít og köld. Ég bý enn í þessari litríku sveit, þó fyrir augum mér séu malbygg og steinhús og barnið mitt sé týnt í grári borginni. Svo fer hún út í nóttina, velur myrkrið, kuldan, félagsskap fölra manna frekar en fólki sitt. Við horfum á hana fjarlægjast og hverfa í myrkrið. Það taktur í æði mér, stemma á þvælingi, rapp frá annarri öld, æva gamalt töffararslangur, samt svo ungt enn, sömu spurningar á sveimi. Hver er ég? Hvar er ég? Hvert fer ég? Til hvers? Tóm. Bak við föt og farða, tóm andlit, nærð á verksmiðu framleiddum tilfinningum sem endast í örskotsstund eins og vindhviða, þarfnast sífelldrar endurnýjunar til að lifa af. Á næsta bæ við dauðan hópa sig sálir, sjúga í sig tilbúin hverfulan veruleika, tóm
sem þarf stöðugt að fylla, rok í höfði, krefjandi þörf, skjól fyrir hversdeginum á röngu lífsins. Vindur svo napur að það fjúka úr mér ísköld beinin, eitt af öðru þyrlast þau út í buskann, hvað sem hann nú er. Eftir liggur ólögulegur húðpoki fullur af kjöti, fitu, æðum, líffærum og blóði. Taugakerfið veit ekki hvoru megin hryggjar það á að liggja. Óskabörn foreldra lent í villu, heiðaþóku, snjóblindu, gengin í björg, komast ekki heim til sjálfs sín. Partíið, löngu búið, hefur breyst í sjúkrasögu. Haust, ég geng heim á föllnu sumri, gangstéttin brakar undir fóti mér, vind og regnmáð laufið, kramin reyniber á skósólum, mála slóð mína. Í undirheimum eins og Orfeus leitar móðir dóttir sinnar í myrkri meðal annarlegs fólks í andlifun líflausra efna. Duft sem gerir fólk að dufti. Dóttir flýr lífið í brjósti sér, velur bjargsillu sem svefnstað, stífir eitrið úr hnefa, vakir sofandi, sefur vakandi. Hamingja að eignast fallegt heilbrigt barn, ala upp eftir bestu vitund, næra og kenna því það sem að gagni má koma og sem veitir lífsgleði. Óhamingja að sjá barnið leitast við að skaða sig líkamlega og andlega, fjarlægast lífið. Snjórinn svo hvítur, svo brúnn, svo svartur, svo kaldur, svo laus og léttur, svo blautur og þungur. Horfinn hefur runnið burt og skilið svörtu kápuna sína eftir á gangstéttinni. Dóttur bæn, kannski kemur þau aftur til okkar sem elskum þig, bíðum þín og söknum. Höfuð mitt er fullt af hryggð, en ég get ekki grátið. Orð mín eru harmatár sem fylla líkama minn. Sorg sem lamar mig, lamar bræður þína, föður þinn, alla sem elska þig, alla sem bíða eftir að umvefja þig og vernda. Við óskum þess að þú fáir heilsu og hugrekki til að snúa tilbaka. Þungskýjað, rok í höfði, rigning í hjarta, frost undir iljum sem þrá yl. Nú virðist það hafa gerst. Mér finnst ég finna að þú ert hætt að vera dóttir mín. Þú ert horfin mér og ég þér. Samt finn ég enn fyrir þér í líkama mínum, sé merki tilvist þína í mér. Sársaukinn sker mig sundur, sker mig sundur og saman. Löngu síðar snýr hún aftur, litla stelpan mín. Ung kona, harmmörkuð augu, skýrð dökkum baugum, tekið andlit, horaður líkami. Gleði, sorg, grátur, reiði, teppa háls móður. Hvað á að segja? Gera. Grátur, hinn náttúrulegi stífluauður, löngu uppþornaður.
dóttir komin heim með snjáða taupóka fulla af sorg. Enn er þó von von. Svo er ég að lesa hérna 2 óskild ljóð í lokin. Og hér er eitt sem gerist vestur á Hjörðum, 23. desember, svona 1980 eitthvað. Jól í ófærð. Það er 23. desember og ekkert jólatré. Við pabbi brjótumst yfir Breiðadalsheiðina til Ísafjarðar. Á heimleið með tré og jólanami, jeppinn snar snýst á veginum svo afturendinn stendur út af yfir hyldýpi í Kylninni. Við sitjum grafkyrr, þorum varla að anda en köllum samt á hjálp í talstöðinni. Það komu menn og kippa okkur upp á veg. Svo er ein hérna líka úr bókinu minni Glerflísakliður. Móður mína sem að dó eftir að hafa verið með Alzheimer í 10 ár og svo dreymdi mig þessa mynd sem kemur fram í þessu ljóði. Himnasæla. Hún situr hátt í himnahlöðu í ilmandi grænni töðu. Saumar englarklæði á guðdómlega saumavél. Hún brosir þegar hún sér mig og teygir til mín sterka handleggi með gullfreknum. Ég tek í mjúkar hendur hennar, horfi í geislandi augun og sé að hún er með himinblátt hár. Svo verði ég að kveðja. Það má ekki trufla engil lengi. Takk fyrir. Kærar þakkir, Ragnheiður, fyrir að veita okkur innsýn inn í hugarheim foreldra. Og við þekkjum þorpið. Þetta hefur áhrif á alla fjölskylduna þannig að það er mikið í húfi og tækifæri til úrbóta. Bókin er hérna á borðunum hjá okkur að vilja fletta upp í henni og hérna þetta er áhrifamikil ljóð og kannski jólabókin í ár. Kærar þakkir, Ragnheiður. En nú ætlum við að gefa ykkur tækifæri til þess að taka eins sviðið og spurja fyrirlesara og ég ætla bara að biðja ykkur að koma og vera hérna upp við vegginn með mér og ég ætla að biðja Maríu Björk að ganga með mikrofón. Ég ætla að fá lánaðan. Það má kveikja mikrofónum, það má hafa þennan hérna og svo láttu bara ganga. Já, þú mást endilega koma. Ég ætla bara að biðja alla sem að hafa tjáð sig hérna í dag að koma og vera hérna með okkur og gefa ykkur færi á að spurja. Og er einhver sem er með brennandi hérna strax? En annars þá ætla ég að gefa pallborðinu líka tækifæri til þess að spurja hvert annað. Þannig að ef það er spurning í pallborðinu. Svo ég er ekki með spurningu, er ég með beiðni? Herru, við þurfum að nota mikrofónana. Af því að við erum með hérna. Kveikja á honum. Þessi er í lagi. Hæ, Þórunn Batan Kópavogs. Herri, ég er bara með beiðni og spyr Berglindi hvort hún ætlar ekki örugglega með hana fyrirlestur á þing. Það er nú bara þannig. Já, bara já. Já, ég hafði nú ekkert hugsað þetta lengra heldur en bara daginn í dag, sko. Og bjóst kannski ekki við því að fá svona frábær viðbrögð eins og ég hef fengið frá ykkur öllum. Það voru bara svona mínar hugleiðingar og hugrenningar sem að ég hef svona nótað hjá mér í gegnum árið af því að það hefur verið svolítið stormasamt í okkar starfi eins og þú veist. Og þannig að ég var ekkert búin að ákveða neitt meira heldur en bara til 10. desember 9:45, sko.
þegar erindi mitt hófst, sko. Þannig að ég er alltaf búin og að tala fyrir málefni barna og ungmenna sem að glíma við flókin og fjölþættan vanda og vil styðja við þau eins vel og ég get. Og ég reyndar fékk frábæra hugmynd, það var þú komst að máli við mig og sagðir að ég ætti að koma með þetta á félagsráðgjafarþingi, þannig að hér með það bara bókað, þannig ég bið bara Steinunni að taka frá málstofu. Yes. Og endilega bara áfram barnaverndarstarfsmenn komið og verið með okkur á félagsráðgjafarþinginu með erindi og lyftum barnavernd upp og þessum málaflokki. Þannig að já, en takk, já, ég hitti valkyrjurnar kannski bara í næsta kakókaffi heimi á Ingu Sæland, ekki málið. Takk fyrir Berglind. Salvör, þú varst búin að biðja að... Takk og takk Berglind fyrir frábært erindi og líka mjög góð erindi fyrir okkur öllum. Og ég held einmitt að það sé mjög mikilvægt að þessi skilaboð komist til nýra ríkisstjórnar þannig að þetta málefni þessar hóps verði tekin föstum tökum bara frá fyrsta degi þeirra stjórnar því að þetta er orðið það brýnt og eins og þú raktir að þetta er búið að vera áratuga löng vegferð með alls konar skýrslum og það þarf ekki fleiri skýrslur, ég er alveg fullkomlega sammála því. Mér langar að spyrja og kannski beina spurningunni til Gunnhildar og jafnvel til Funa hvort að hann geti, við erum aðeins að velta fyrir okkur að því að til dæmis í sambandi við úrræði Landspítalans, það hefur ekki verið mjög mikið notað. Og spurningin er svo, hvað hafið þið fengið marga beiðnir og hvað hafið þá mörgum verið hafnað? Og það kannski líka það sem ég er að velta fyrir mér í sambandi við Barna- og fjölskyldustofu. Ég höldum við utanum, sko við vitum hverjir fara inn, en vitum við hverjir, fyrir hverja er bankað upp á og er haldið utanum þær upplýsingar. Takk fyrir spurningunum. Vilt þú byrja að svara Gunnlaug og Funi síðan? Já, sko, hvað eru komnar margar beiðnir? Ég get ekki svarað því það er væntanlega samtal barnaverndarstarfsmanna við bráðamóttökunni í Fossvogi. Gerir ég ráð fyrir. Í þeim tilfellum það sem að hefur verið kallað til bráðateymi BUGL og börn ekki lögð inn, ég veit bara viðurkenna, ég hef ekki þessu tölu. Guðlaug, ert þú með? Hún er farin. Guðlaug er farin. Þarna, fyrir ekki, þú voru á mikrofón. Já, ég held að það sé ekki með þær tölu. En ég vil samt bara, þú veist, að því mér finnst þetta mjög góð spurning og ég hef verið spurð, mig langar bara í samtal við barnaverndarstarfsmenn og við vorum búin að taka samtali og Berglind, hún fyrir hönd fagdeildar félagsráðgjafa sem starfa í barnaverndarþjónustu og ég held þetta sé með valid og við þurfum að taka þetta upp vegna þess að tilfinningin mín á þess að ég sé með tölur er svo að fólk komi síður á bráðamóttöku með börnin, ég veit ekki, þeir geti kannski svaraði betur vegna þess að það hefur verið mjög flókið ferli frá því að leita að bráðamóttöku og þangað til að barn er mögulega lagt inn. Það hefur þetta verið fréttaflutningar af því og ég meina þetta hefur komið náttúrulega fjölmiðla að það hefur ekki verið hægt að leggja börnana inn en þannig það væri mjög áhugavert að vita hvað eru margar hafnanir á móti innlögn. Og bara svona til að skýra það, að ég get sagt þér það að þegar er tekin ákvörðun að leggja inn þá er það í öllum tilfellum bara fyrir einfalt en það er ákvörðun að leggja inn og það er alltaf sem sagt geðlæknir á barna- og unglingageðdeild sem tekur þá ákvörðun þannig að og út frá svona ákveðnum kríteríum, þannig að já. Takk fyrir Gunnlaug. Funi, vilt þú? Sæl. Þetta er eiginlega spurning til ykkur allra því að ég hef verið á planinu bæði með eldri og yngri og ég hef líka talað við Willum fyrrverandi heilbrigðisráðherra og við erum öll held í sammála það bara Íslendingar yfir höfu að bráðamóttökan er löngu sprungin og ég hef persónulega verið með skjólstæðinga og beðið í sólarhring eftir innlögn bara á venjulega geðdeild og ég veit það bara af eigin raun, þú veist, bara með stráki minn að það var bara mjög þungt að koma hann þar inn og ég þekki bara, ég tala um týndu börnin og líka bara þess að týndu í fíkniefnaneyslu að kerfið er löngu sprungið, alveg saman hvort sé BUGL eða hvar sem skilu, meðferðarkerfi eða, þú veist, þetta er, þú veist, ég er nú staddur sjálfur á Krýsuvík núna bara í hvíldarinnlögn en ég fór þann á Krýsuvík fyrir rúmum 20 árum, ég er búinn að vera edrú í 21 ár og ég er þetta týnda barn líka og
svona skemmtileg tilviljun að ég semst tók bók á bókasafni Hafnarfjarðar núna, einmitt sem að félagsráðgjafar, þú veist, hún var skrifuð 69 sko, börn, uppkomin barn alkoholista eða hvernig sem það er, og það var félagsráðgjafi, og þetta er svona kannanir sem voru gerðar þarna, mjög ítarleg bók, ég hef ekki búin að lesa henni, ég var aðeins að lesa henni í gærkvöldi. Þetta er löngu búið að finna þetta út, en kerfislega er bara því miður ekki verið að vinna í þessu. Það er að sorgla. Og fyrir mig að vera, þú veist, svona með Guðmundi Fylkis og með stráki minn og öll þessi týndu börn úti sem að koma í Brúarskóla, þið talið art og þetta, akkurat sem að þarf fyrir svona krakka. Ég veit það ekki, þú veist, hvar klikkar? Jú, það klikkar bara eiginlega allt kerfi og þetta er kerfislega vandi að því að ráðuneytin tala ekki saman. Þetta er líka bara mennta, dómsmála, fangelsismála. Ég er líka starfinn í fangelsunum, hef starfað félagsvinnur eftir afplánum, var í stjórn í Rauða krossinum. Við komum allstaðar að lokuðum hurðum og þú veist, alveg sama hvað við setjum mikið eins og farið yfir í skýrslum og svona dótari, að já, þú veist, það er ekki nóg að greina vandann, það þarf að vera líka úrræði til að grípa vandann. Og ég tek hattinn ofan fyrir Mosfellsbæ, ég hef komið aðeins inn í unglingavanda þar og það var nú fyrir tilstöðan Guðmundar Fylkis að faðir hringdi í mig út af stráknum mínum og það hefur verið að lyftistöng þar. Ég var, sem sagt, þessi foreldri, hann bauð mér síðan á námskeið sem að Stefán Sandström hélt sem var í Mosó fyrir rúma ári síðan ef man rétt og þar bara, já, þú veist, tengsla þeórían, þú veist, að það var nú bara gert með öndum, þetta er ekki flókið, en það er ekki að skila sér í kerfi, þú veist, grunntengslavaldi hjá börnum, þú veist, og áföll í grunnæskunni, við höfum bara eiginlega ekkert menntað fólk til að díla við svoleiðis á Íslandi, því miður. Ég hef búin að kynna mér þetta ótrúlega mikið af því að ég er svona tengslaraska barn og allt það og hef búin að vera að vinna í mér í 35 ár. Þess vegna get ég staðið hérna og mér bara skammast mín ekkert fyrir það að vera þessi drengur eða þá að eiga barn sem að því miður lést í eldsvoðanum á Stöðlum. En, þú veist, ég hef búin að vera að berjast með barninu mínu síðan hann var bara yfirgefinn eins og hálsás á móður sinni sem var að díla við fíknivanda. Og ég hef búin að vera að berjast með hann í gegnum skólakerfi og leikskólakerfi allt sitt líf. En því miður endaði það á Stöðlum, sorglegt, og ég bara fagna því hérna að það sé verið að gera lyftistöngina, en betur má að duga skal, takk. Kærar þakkir fyrir að veita okkur innsýn í þína stöðu. Kærar þakkir. Funi, vilt þú taka boltan og svara spurningunni hennar Salvarar og honum? Já, byrja á hérna spurningunni frá Salvar, þá er hérna, þá höldum við utanum frávísanir. Ég er ekki með það á hreinu því að þetta er í rauninni stutt síðan að við fórum í það að þurfa að fara í frávísanir. Þannig ég er ekki með tölurnar á hreinu en við höldum utanum þær. Og ég held að sé í rauninni frekar fá tilvik núna af því að við styttum tíman, sko. Varðandi hérna, langar samt að hérna fyrir kollega mína hérna á Landspítalanum, þá ætla ég að hérna hrósa þeim fyrir það að þetta hefur bara, á þessu ári, þá hefur bara gerst eitthvað. Og það er einhvern veginn greiðari aðgangur, þannig ég held að þetta snúist líka það núna að hérna við séum sem að erum að fara að velja á milli þess að fara með börn á Stuðla eða afeitrunardeild eða bráðamóttöku eða slíkt, að við séum svolítið meðvituð þetta sem úrræði. Eða að það sé í rauninni ekki í öllum tilvikum Stuðla sem er við hæfi, að það sé meira við hæfi að fara á bráðamóttöku. Það er bara verklagið er orðið skýrara og ég hef séð í rauninni að það er greiðari aðgangur. Þú veist þannig að ég hvet ykkur til þess að vera svolítið vakandi fyrir því og bara, menn nú er allir barnavernandi starfsmenn búin að fá sent verklagið, þannig að kynnið eitthvað og verið með það í vasanum þegar það þarf á að halda, því að stundum er ekki endilega allir niður á bráðamóttöku með það í vasanum, en það var mjög gott að vera með það í vasanum sjálfur og við höfum bara beina reynsla af því. En það
það er að gerast eitthvað þarna. Þannig bara svo ég, að því að ég hef verið mjög gagnrýninn á þessa deild og hvernig hún hefur starfað og slíkt, en mér finnst líka rétt að benda á það þegar það er í rauninni, við erum að fara í rétt átt. Hvað varðar meðferðarkerfið í heild sinni og hvernig við erum að mæta þessu börnum, þá get ég bara tekið undir þau orð sem hafa komið hérna fram. Ég held að við séum í rauninni, við erum búin að í allt og mörg ár að vera að benda á alls konar hluti og ég held að ef við hefðum byggt til dæmis meðferðarheimilið sem átt að gera fyrst 2013 held ég að við komum í umræðuna og ég held ég hef komið að fyrstu svona einhverju hugmyndafræði og slíkt í kringum 2015. Þú veist, ef að það hefði verið gert þá værum við öðrum stað í dag og við vorum að vara við ákveðnum hlutum sem í rauninni hafa raungerst og mér finnst svolítið svona eitthvað skrítið að standa hérna með fólki sem er í rauninni, ég held að við séum öll sammála. Þú veist, ég held í grunninn þá sé ekki, þú veist, það er engin ágreiningur á milli okkar þessa hluti. Þetta er allt hluti sem við teljum, þú veist, að þurfi að breyta og verða að gerast, en einhvern veginn þá er það ótrúlega sorglegt og ég bara ekki tala fyrir sjálfa mig, að mér finnst það bara líka ótrúlega lýjandi. Þetta er í rauninni það sem er í rauninni mesta sligamann í vinnunni, er í rauninni hvað þetta er allt ótrúlega hægt og í rauninni lélegt, þú veist. Af því að ég held að við séum öll, og ef ég tala allavega fyrir mig, að ég gera mitt allra besta og við erum að gera okkar allra besta inn á Barna- og fjölskyldustofu og ég hef verið vitnað í mig nokkru sinnum og alltaf sama setningin, þetta er algjört skítamix eða eitthvað svona. Ég er ekki mjög hrifinn af þeirri setningu sem ég óvart lét út mér. Ég læt stundum svona óheppilega setningar út mér og það er lifa lífi, sjálfstæðu lífi. En þú veist, mér finnst við bara búin að vera þannig í alveg allt og mörg ár. Og maður stundum svona velti fyrir sig, verður þetta einhvern tímann betra, þú veist. Og kannski svona tíminn sem ég er búin að vera að lifa núna í mínu starfi, þá er mér svolítið liðið svona, þetta ég bara svona fæ svona tilfinningu svolítið að missa tiltrúna. Sem að gengur náttúrulega ekki, þú veist. Því við verðum að trúa að þetta getur verið betra og ég veit alveg að, þú veist, við þurfum að gera meira, tala minna, en við þurfum líka stundum að tala og ég er alveg fegin að við séum að tala hérna núna. En já, ég veit ekki, þetta er bara eitthvað svona bla tilbaka, skilur, ég er bara að byrja afsökunar, ég get að svara einu en einu, bara svona. Takk fyrir Funi, gjör svo vel, Guðmundur. Sko, ég hef líka verið sekur það að koma með meðvitundarlausan krakka á Stuðla. Það er áður en að þetta verklag hófst með afveiturundeildina. Ég reyndar tók þátt í þessari vinnu. Þetta voru 2 með ársmillibili vinnufundir. Já, meðan ég mann finni ég með 4 frávísanir í haust. Og fyrsta kom fyrir bruna allavega, þannig að það var bara á svo þungt ástandið. Það er að segja, krakka sem ég var að leita, hefði átt að fara að Stuðla, en komast ekki inn. Hvar var ég? Já, en varðandi afeitrunarúrræðið, það síðan kom á og mér minnir fyrsti krakkin sem ég fer með, það 7-8 tímar upp á Sleisó, áður en að viðkomandi held ég fór á Stuðla. Ég er ekki vinsæll á Barnaspítalanum þegar ég kem þangað með órólegan krakka, öskrandi og æpandi og skellandi hurðum og grítandi bókum. Í sumu tilfellunum er að því að viðkomandi er undir 15 ára, þá er barninu að vísa þangað. Starfsfólk upp á Stuðlum misskildi þetta og gerir enn með afeitrunardeildina, hefur reyndar kannski ekki síðustu mánuði, að það stóði jafnvel sko það að krakki var í grunar að vera byrjaður í neyslu, satt við hliðina með bláedrú og þá var neitað að taka við honum nema ég færi með hann í mat á slysadeild. Það varð í raun og veru til þess að í flestum tilfellum þar sem ég hef með krakka undir áhrifum, þá fer ég með hann í tríasgreiningu. Það er tekinn blóðþrýstingur, hiti, súrefnismettun og púls. Og af hverju hlutirnir hafa lagast, það má ekki gleyma því, en því má ekki gera grín á hlutunum. Ég held að segja því ég fer með lakrísafklippu til hennar Jóhönnu Erlu upp á Sleisó.
þá er þetta að fara að ganga miklu hraðar núna að koma þeim til ykkar. Takk fyrir. Gjör svo vel. Já, það er kveikt á mikrofónum. Í dag, að þá langar mér bara aðeins að grípa hana bolta. Það voru ekki starfandi félagsráðgjafar á bráðamóttökunni og vonandi verða bráðum líka sálfræðingar starfandi á bráðamóttökunni. Það var ákveðið svona einsleitt landslag á þeirri deild og núna erum við komið með stöðugildi félagsráðgjafar þar og vaktir allan sólarhringinn. Þannig að það er alveg munur og það er svona, þegar við fórum að rýna í stöðuna núna, að það er svona facilitating element er að hafa einhvern sem getur haldið í spottana. Við vitum það og við skiljum það. Á bráðamóttökunni þá er stundum verið að lífga fólk við bara á hjólandi ambulansum á göngunum. Það er bara mjög mikið að gera og þá þarf maður að vera með svona einhvern advokat og við köllum þetta advokata félagsráðgjafana. Þannig að það var breytingin. Takk fyrir. Ef það er ekki brennandi spurningum meðan þið hugsið ykkur þá ætlum ég bara að bjóða pallborðina þess að kommenta. Ef að þú vilt, Halldóra, vilt þú leggja orð í belg? Tækifæri sem þú sérð í kerfinu til dæmis til aukins samstarfs við foreldra? Já, ég allavega, eins og kom fram að það, náttúrulega hef ég starfað í mörg ár innan barnaverndar og bara með auðvitað mjög flókin mál. Mér finnst ótrúlegt verandi núna í fyrstu línu þjónustu að við séum ekki búin að byggja þetta kerfi betur upp og fyrr. Af því að það er svo augljóst hversu mikil þörfin er. Og jú, það eru bara þetta eins og með, ef ég tala bara út frá okkur félagsráðgjöfum, að við erum bara að vinna öðruvísi. Og það er meira samráð við foreldra og öðruvísi samráð. Þannig að það eru ýmis tækifæri þar. Og ég myndi óska þess að ég gæti bara komið með dæmi en ég þarf að hugsa það eins betra því það eru auðvitað svona auðvelt að rekja líka til fólks og finna kannski hliðstæð dæmi og þess áttar en það eru bara ótal dæmi þess að með meira samstarfi við forsjáraðila og öðruvísi samstarfi og það að byrja að vinna í rauninni fyrr en hefði annars orðið ef það hefði ekki verið félagsráðgjöf í skólanum að þá er bara hægt að gera kraftaverk. Það er hægt að í rauninni bæta lífsskilyrði barna heilmikið með því og fjölskyldunar í heilda því að þetta hefur þetta áhrif á alla eins og kom bara fram áðan. Takk fyrir. Ég vil láta mikrofónin ganga áfram til Berglindar og fara þessa leiðina hingað, skulum að brjóta þessu. Já, ég svo sem mig langaði bara að segja kannski að þeir sem hefðu þurft helst á fyrirlesturum okkur að halda eru ekki það eru þeir sem stjórna landinu og peningunum inn í kerfin okkar. Þannig að við þurfum að finna einhverja leiðir til þess að koma þessum skilaboðum skýrt til þeirra. En ég bara, svo sem hef engu við að bæta, ég er bara ofboðslega stolt að starfa í þessu kerfi og að vera barnaverndarstarfsmaður og mér finnst frábært að vera í sambandi við foreldra og þessi ungmenni okkar og þau eru svo frábær þó þau kannski sýni stundum erfiða hegðun þessar elskur að þá innst inni eru þarna alveg dásamleg börn og ungmenni með alls konar drauma betra líf og viðbrögð foreldra eru náttúrulega ofta tíðum þannig að þau eru óttastýrð af því að þau eru hrædd að missa börnin sín. Það er bara þannig og við þurfum bara að virða það og hlusta á þessa foreldra sem við erum að reyna að liðsinna alla daga og eins og ég segi, ég bara held að lykillinn á öllu sé, þetta er örugglega klisja síðan í forsetakosningum, það er samtalið en ég held að það sé rosalega mikill lykill að því hvernig við getum gert betur er að við sem erum á gólfinu og erum að sýsla í þessu öllu saman að við tölum betur saman hvernig þetta megi betur fara. Það er bara þannig. Ef við láta hann klára hingað í áttina að mér, bara örstutt. Örstutt, ég ætlaði bara að segja, mér langaði bara að segja og minna á einmitt samtalið og öll kerfi eru mannanna verk og við getum breytt kerfum og með því að tala saman þá getum við breytt kerfum en til þess að við getum tala saman og látið samtalið virka upp á við að þá þurfum við að eiga samtalið og það er bara mjög mikilvægt að ef að fólk upplifir það að þjónusta sé ekki góð eða það sé ekki brugðist við einhverju sem þið telja að bregðast við að láta vita því þannig byrjar samtalið og þá er þetta að breyta. Takk fyrir. Gjörðu svo vel, Ragnheiður. Vilt þú kommenta í lokin?
Ég náttúrulega hef ekkert mikið þetta að segja annað en Sigur mín hefur alveg fengið hjálp þegar hún hefur leitað eftir henni og vandamálið hefur kannski verið núna síðastliðið ár að henni hefur boðist hjálp en hún hefur ekki þegið hana. Hún bara það veik og ég veit ekki alveg hvaða hjálp getur gagnast slíkum einstakling en auðvitað vona maður alltaf. Takk fyrir. Ef við skulum hlaupa áfram yfir og gefa Salvöru orðið og svo Já, Funa takk og aftur Guðmundi. og það sem mér finnst, sko það auðvitað okkar hlutverk sem umboðsmann barna að koma þessum sjónarmiðum á framfæri við stjórnvöld og við höfum verið að reyna að herja á ráðuneytum og ég lofa því að við munum halda því áfram með nýrri ríkisstjórn. Mér langar líka bara í lokin að segja því að við höfum líka verið að fara á staði og hitt fólkið á gólfinu að það frábært fólk að vinna í þessum geira og það verið að vinna frábært starf þannig að það svo sorglegt að það skuli ekki ná alla leið af því við höfum ekki úrræði. Þannig að ég vil bara, af því að ég hérna með í þessum sal með öllu þessum frábæra fagfólki að bara þakka ykkur fyrir allt sem þið að leggja inn í þetta starf á hverjum einasta degi. Það er náttúrulega það sem skiptir höfumáli og þess vegna þurfum við að búa miklu betur að vinnunni ykkar. Og ég heiti því að halda áfram að herja á stjórnvöld. Takk fyrir. Ykkur lokaorð Funi og... Já, ég heiti þið líka, sko. Gleðileg jól. Takk fyrir. Ég ætla að loka fyrir mælendaskrá og bara þakka kærlega ykkur öllum fyrir ykkar frábæru erindi og ykkar innlegg til þess að gera hennan dag svona frábæran sem eins og við höfum fengið að upplifa. Og þakka ykkur öllum fyrir að koma og ykkur sem eruð að fylgjast með okkur í streymi. Ég held að þetta sé bara upphafið að áframhaldandi samtali og það gerist mikið í samtalinu og það gott að hafa umboðsmann barna hérna með okkur sem að tekur boltan áfram til stjórnvalda. Félagsráðgjafafélagið líka í málsvarahlutverki og hagsmunagæslu til mannréttinda og við munum sannarlega taka þennan bolta og fagdeildirnar eins og fagdeild í barnavernd, fagdeild í áfengis- og vímuefnamálum, fagdeild í skólafélagsráðgjöf og fagdeild í heilbrigðisþjónustu sem eru fagdeildirnar sem undirbyggu þennan dag með okkur. Og við bara tökum keflið áfram og við segjum bara áfram við og ég vona að þið eigið eftir að njóta þess sem eftir aðventunnar og ég óska ykkur gleðilegra jóla. Kærar þakkir fyrir komuna.